komið heil og sæl. Það komið að, hvað Birgir Karl, þetta fjórið þátturinn í kosningaseríunni? Já, þetta svona seinni hálfleikur að byrja. Já, við erum að byrja á seinni hálfleik, þetta búið að vera þrælskemmtilegu leikur. Já, það kom verið mjög góð hlustun í fyrir hálfleik, þetta búið að vera, bara rósa þér lefur, þetta var góð hugmynd sér. Já, það bara, hefur verið mikið heilla skref, en þetta hefði ekki verið hægt án samstæðsaðal okkar. Nei, og góður að gesta. Já, og þessir aðilar náttúrulega að halda úti frjálsi í fjölmiðlum, vel að merkja, og háðri sem að auðvitað það gaman að sjá hlaðvörpin ríða sér til rúms. Það margir að gera vel, Björn Ingi að gera vel, Stefán Einar, fleiri góðir. En Arion banki, þeir gera okkur kleift að vera með hann þátt, kvittan beint í netbankan fyrir fyrirtækið. Sælis. Já, Arion náttúrulega mikill sókn með rafræna lausnir fyrir fyrirtæki og við njótum góðs að því, enda í viðskiptum hjá þeim og höfum alltaf verið. Já, einu bankin. Jó, besta appið til 8 ára. Ég hvet ykkur, kæru hlustendur, til þess að ekki bara hlusta á styrktarælina og þetta verður smá romsa núna, heldur líka versla við á vegna þess að það skiptir máli. Þeir eru að gera okkur kleift að halda út þessum þætti og svo jafnframt leyfum við gestunum í kvöld að gasa og reytir. Þannig að við komum þessu frá, en svo er þetta Airbroker. Daginn var kúnni sem þurfti að komast frá Hvannadalshnjúk til Rómar. Hann var það bara sóttur og þyrla á Hvannadalshnjúk sem flög meðan til Hafnar. Það var flogið til Egilsstaða með King Air og frá Egilsstöðum til Rómar á einkaþotunni. Já, sælis. Já, þetta er bara leyst. Þannig að ef þú ert að komast frá A til B og jafnvel C eða D, þá er það Airbroker. Rétt. Bónusgripið og greitt. Tröllrið öllu. Já, það byrjar að tella niður til jóla núna. Gott úrval af jóladagatölum í bónus og berjast fyrir hag fólksins í landinu. Það er enginn sem að berst jafn ötulega gegn verðbólgunni, leyfi mér að segja, og bónus. Nei, ég myndi eiginlega bara vilja fá þá í frambúð, sko. Já, sammála því. Svo er það frumherji, allir að drífa sig í skoðun. Frumherji fyrir fólk í landinu. Já, fyrir alla. Það er nú eiginlega bara þannig. Þeir eru langt bestir, viðkunnulegastir og faglærðir. Getur treyst á góð þjónustu þar og svo er þetta okkar menn í MG Marvel og MG4. Það er einfaldlega takk frá okkur. Engin hlæfsli guði lengur. Nei, en þá er komið að þætti kvöldsins. Já. Og það eru engar litlar kanónur eru kanónur í kvöldi. Já, stórar. Engar skambisur. Chessa Dark, það eru Dagur B. Eggertsson, fyrrverandi borgarstjóri til margra ára og er í dag í öðru sæti fyrir Samfylkinguna í Reykjavík Norður. Velkomin, Dagur. Takk hérlega. Hann er búin að vera lengi á lista þessi maður. Já. Og hér er það. En þetta er ekki svo lengi á lista. Nei, listanum okkar. Já, listanum okkar. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir sem leiðir Viðreisnar í Reykjavík Suður. Vertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir það, kærlega. Ég verð að byrja einu, sko. Ég var að reyna að vera með eitthvað lingó eins og ég þekkti eitthvað, ég þekki ekki neitt. Þoppa, toppa, oppa, Þorbjörg, hvað maður að nota? Ég er eiginlega alltaf kallið oppa. Já. Því ég var lítil, ef ég heyrði Þorbjörg heima, þá vissi ég að ég væri svona rangstæð við einhverju reglu og Þorbjörg Sigríður að Já, þá enda vera. Já, þannig að þegar ég tók síðan sæti á þingi og Steingrímur Jóða var eitthvað næst tökur til máls, Þorbjörg Sigríður og líka Steingrímur Jóða segja það, sko, mér leiði aldrei vel. Nei, ég trúi því. Já. Þú er svolítið skellur, þú ert Þorbjörg Sigríður í símanum með mér, sko. Já. En við töluðum saman í síma á hana, við vorum bæðið svona dálítið áttavilt og þá heilsa ég honum bara, góða kvöldi, Dagur B. Eggertsson, sæl Þorbjörg Sigríður. Já, mér langar, sko, ágætt að byrja. Er þetta mikil viðbrigði í kosningabaráttan? Dagur, er þetta búið að vera langi dagur hjá þér? Er lengra venjulega? Ég er nú eiginlega bara freka vanur löngum vinnudögum og löngum dögum í kosningabaráttu, þannig að nei, ég er eiginlega vanari því að vera alveg í eldlínunni, taka all debattinu eitthvað svona, þannig að ég er nú eiginlega bara búin að reyna að njóta ferðarinnar. Já, við spurðum Jón Gnarr, sko, munurinn á að vera í forsetaframboð og vera núna fyrir alþingiskosningar. Finnur þú eitthvað mun á að vera í borgarstjórnarkosningum og svo alþingiskosningum? Já, meðal annars þennan og auðvitað ástíminn. Þetta er ekki svona alveg kjör ástími fyrir kosningar og mér finnst ég svolítið finna að allir, bæði flokkarnir, fjölmiðlarnir og einhvern veginn kjósendur, þetta eru skyndikostningar. Þannig að mér hefur fundist taka svolítið langan tíma að kristallast hvað er þetta, hvað er fólki efst í huga, hvað mun ráða atkvæði og þetta er ólíkt af því að ef þú veist að kosningar eru að koma eftir 1 ár eða hálft ár og þá svona kemur ósjálfrátt plan.
Algjörlega. Þið eru náttúrulega með plan, sko. Já, þeir eru Já, það var eitthvað bara ekki byrjunis sko. Það er munur á þeim og hinum sko. Já, Samfylkingin var búin að vinna því í 2 ár Já. sko, en sanga því plani að þá byggust þið samt við að kjósa sirka í vor, Já. næsta vor. Ég ætla það bara að leiða mér að vera hérna fulltrúi þreytta frambjóðandans. Mér finnst það er alveg langir. En hérna, þeir eru mjög skemmtilegir. Ég held að við Dagur sem alveg sammála það. Kosningabaráttu er mjög skemmtileg. Ég er algjörlega sammála honum með maður finnur að hún fór, þú veist, afstað, þú er náttúrulega einhvern veginn allar hérna talandi stéttir eins og þið eru náttúrulega búin að vera spáð þessari fráfarandi ríkisstjórn bara dauða mjög lengi. Já. Það var kannski engin eitthvað standandi bit, en þetta var auðvitað samt einhvern veginn hérna, þú veist, fólk að horfa á einhvern blaðamannafund hjá Bjarna Ben og bara að panta lettskilti. Þannig að þetta gerðist, þú veist, aðdragandinn í því samhengi er rosalega stuttur. Síðan, hérna, ég bara tek kvartið þá fyrir okkur bæði. Síðan finnst mér líka bara, þú veist, vetrakostningabaráttu, ég líði bara svo ég sé að verða úti á milli pallborða. Það er náttúrulega satanískur kuldi úti. Einmitt. Þið fallir í lóðpissu. Já, takk fyrir það. Til þess að verða ekki Úti. Þetta er bara búið að vera mjög erfitt að koma. Algjörlega. Við skulum bara vinda okkur beint í frétti dagsins. Kannski tökum bara máluna fyrst sem búið deilin í dag. Það er þessi auglýsingaherferð gagnvart þér Dagur. Hér á ferðinni er einstaklingur sem er skráður í Samfylkinguna en hann er kannski ekki mikill aðtáttið þinn. Nei, ég held að hljótinu að vera ansi látt síðan hann hefur verið í Samfylkingunni. Já, ok. Ég einhvern veginn ætla með þetta þannig að hann sé ekki í Samfylkingunni. Ég tek bara stöðu þeim megin í málinu. Ok, hann var alltaf skráður. Sko þetta var, hann dregur upp hann hluti að ætla ungt fólk hafi kynnt sér braggamálið, ofurskuldsett borg og vilja fá dag og þing og jafnvel ráð þeirra, eitthvað svolítið, eitthvað sem þú vilt segja þannig ágæta mann, koma fram. Já, svara fyrir þetta bara. Já. Svo sem ekki við hérna, þennan mann, það er náttúrulega ýmsir sem er að nefna þetta viðmann sko, þú veist að við erum nýbúin að horfa upp á kosningabaráttu í Bandaríkjunum sem er alveg ótrúlega einhvern veginn heiftúðug og rætin og dylgjur og eitthvað svona og ég held að þú veist þó að við séum að háð innflutningi af ýmsu tagi að þá sé þetta ekki eitt af því sem að fólk er einhvern veginn að kalla eftir að þú getur bara keyptir einhvern veginn pláss í umræðinni keyptir aðgang af fjölmiðlum og verið í svona einhverju persónlegu. Ég hef orðið fyrir áður reyndar. Já. Það var svona auglýsingaherferð beint að mér yfir langan tíma hérna reyndar á miðju kjörtímabili í borginni og það ætla ekki að segja að það sé sannað orsakasamhengi að enda með að hafa skotið á bílinn okkar heima. Þú veist og ég einhvern veginn þess að bjóst ekki við að kemur eitthvað svona aftur og ætla ekki einhvern veginn að gefa þessu einhverja vængi með því að fara einhvern veginn að ræða það sem þarna er sagt að þetta er bara greinlega slengt fram til þess að reyna að sína mig einhvern veginn í einhverju lélugu ljósi og hafa áhrif á gangmála og ég held að Jón Gnarr, hann er ykkar ágæti frambjóðandi og minn gamli samstarfsfélagi, hann kendi mér hugtakið sjálfbært gegnsæi. Hvað er það? Það tala mikið þetta. Sjálfbært gegnsæi er sem það þegar þú ert með einhverja sem eru andstæðingar eða svona eru á vellinum skulum við segja og þú ákveður bara að leyfa þeim að tala vegna, bara í trausti þess að fólk áttir sér sjálft á hvað er í gangi. Það er ekki að stafa onni neitt. Já, algjörlega. Það er þetta flott. Já, það er ágætt. Jón Gnarr, hann er með margar góður hugmyndir og enda var hann gestur í síðan þetta og stóð frábærlega ásamt Jóhanni Páli. En þetta er dálítið kjarnatriði. Mér langar bara aðeins til að fá að bakka þetta upp. Því ég var hérna í fyrsta skipti í nokkra vikur heima í gærkvöldi og bara að horfa á línulega sjónvarpsdagskrá og fer þá allt í einu að sjá fullt af sjónvarpsauglýsingum stjórnmálaflokkana. Sko, ég ætla bara að skjóta inn í áðan heldur áfram Þorbjörg, sorry. Ég ætlaði bara að horfa á æskas í gærkvöldi. Þá allt einu bara, ég var hættur í vinnunni, hættur að pæla í þáttunum sem eru framöndan í vikunni. Þá kemur þessi auglýsing. Þannig að þú veist, hann er ekkert að taka einhverja smá auglýsingar. Nei, og einmitt, og þetta er bara einhvern veginn fyrir kvöldfréttir ríkissjónvarpsins og fólk sem bara er miðlungsvél að sér prísa þar veit að þetta kostar.
og mér brá svolítið. Ég hafði heyrt af því að væri eitthvað svona í gangi en ég hafði raunverulega ekki séð. Og ég sammála því að þarna erum við komin nálægt einhverjum svona bandarískum stjórnmálakúltúr. Ég bjóð þar nú í nokkur ár, var þar í framhaldsnámi. Þetta ekki eitthvað sem til eftirbreytni þaðan og mér finnst þetta fara langt umfram það að langt umfram einhver þau eðlilegu og heilbrigð mörk að vera að takast á pólitískar hugmyndir. Já. Svo ég bara sammála degi því að ég eigi sjálfur sér ekki vera að lyfta svo mikið með umræðinu en ég verði að viðurkenna mig brá því ég sá þetta. Þetta ekki bara áróður? Ég meina þetta á... Allt í lagi með auglýsingar fyrir stjórnmálaflokkana en þetta bara áróður eða hvað? Já, að ég meina þetta ekki sko, mér finnst nú reyndar að flokkar og það alveg munur á stjórnmálaflokkum í þessari baráttu það sko, þeir sem eru litlir í sér mjög mikið að tala aðra flokka en sig sjálfa. Þú áttalega geta rekið kosningabaráttu sem í grunninn miðar á því hvað ætlum við að sitja dagskrá. En þetta ekki einu sinni það, heldur að þarna vera að tala eina mannesku, ekki flokkin og þú veist, þetta bara skrítið og astnalegt, en það sem vont við þetta óheilbrigt. Já, algjörlega. Frétti dagsins, við ætlum að fara til Þórberga núna, sáum frétti í morgun þar sem að þinn maður í leiðtogasæti þarna í, hvað heitir stóra kjördæmið þarna Keflavík og öll heldur landsbyggðin þarna Guðbrandur sá miklu meistari hann sá fyrir sig ríkisstjórn Viðreisnar, Samfylkingar og Pírata sko margir hlustendur sendu þetta á okkur og sögðu bara það maður ekki bara að fara með faðirvorið þegar maður heyri þetta. Já, ég las þessa frétt og þetta eru forsíðu frétt Morgunblaðsins í dag svo þegar ég fór að skoða þetta betur og þá sýndist mér nú Guðbrandur bara vera að svara því í sjálfu sér sko hvaða flokkar aðrir en þig hafi verið opnir fyrir því að ræða Evrópu, af því hann var að lýsa því yfir að hann hefði sjálfur þá skoðun að hann vildi að færi fram þjóðaratkvæðagreiðsla að þjóðin fá að taka ákvörðun það í þjóðaratkvæðagreiðslu hvort að eigi fara í viðræður við Evrópusambandið og að sperillinn hjá MBL hafi spurt hann að því hvaða flokkar aðrir hafi ræðið þetta og nefnir hann að það hafi Píratar gert, hann nefnir líka framsókn ekki sett á forsíðu en það breytir ekki því og okkar formaður hefur verið mjög skýr það í allri okkar kosningabaráttu að við, rétt eins og Samfylkingin til dæmis, erum óbundin í þessari baráttu. Við höfum hvorki fyrirfram sagt að við ætlum að vinna með ákveðnum flokkum, né höfum við tekið þátt í því eins og til dæmis Píratar að gera að útiloka ákveðna flokka. Þannig að hann var einfaldlega að svara því þarna, skildi ég, og síðan var þetta náttúrulega bara matreitt með ákveðnum hætti að hálfu moggans og bara það bara þeirra val og þeirra afstaða. Hvaða flokkar aðrir hafa verið að til viðtals Evrópumálin. En Guðbrandur talar auðvitað ekki í nafni Viðreisnar og þetta ekki einhver óskalisti Viðreisnar settur þarna fram. Þorgerður Katrín hefur margsinnis svarað því að við viljum mynda ríkisstjórn eða það sé svona lærdómurinn af þessari 7 ára tilraunastarfsemi, vil ég leyfa mér að kalla það, 7 ára pólitísk tilraunastarfsemi að taka svona fullkomnar pólitískar andstæður setja saman inn í hús og sjá hvað gerist. Niðurstaðan var að gerist rosalega lítið annað en rifrildi. Þess vegna segjum við, eitt stærsta verkefni núna að mynda samhenta stjórn í því felst að það þurfa að vera flokkar sem ganga sirka í takti. Já. En svo í ítreki þá var þarna ekki verið að setja fram eitthvað bónorð Viðreisnar til tiltekinna flokka því það höfum við einfaldlega ekki gert. Ok, vel svara. Sko, mér langar Takk, mér finnst þetta mjög gott svar. Þetta var mjög gott svar. Sko, mér langar að taka sko að því að í síðasta þætti vorum við einmitt líka með 2 einstaklingar frá þessum flokkum, vorum með Jón Gnarr og Jóhann Pál og sko við erum búin að fá ábendingar frá mörgum áttum eftir þann þátt sem að fekk góða hlustun að það var nánast bara eins og þau voru að tala frá sama flokki því að þeir voru eiginlega bara sammála allt og bara nánast allt þannig að það er gott að heyra þetta allavega eða þannig að fólk veit að þetta allavega ekki einn og sami flokkurinn. Alls ekki og ég meina ég held að kannski eitt svar við því að við höfum í Viðreisn hort upp á sjálfstæðisflokkin tala það að atkvæði greitt Viðreisn því atkvæði greitt vinstriflokki sem mér finnst að vísu alltaf dálítið fyndið í ljósi þess að sjálfstæðisflokkurinn var auðvitað bókstaflega undir vinstrigrænum í 7 ár. Við höfum líka heyrt frá fulltrúum Samfylkingarinnar að unglingahreyfingin þeirra lét ganga auglýsingar það að atkvæði greitt Viðreisn var atkvæði greitt hægri stjórn. Þetta eru kannski bara örlög flokkana sem eru svona sirka á miðjunni.
Þannig ég held að við fáum að heyra þetta úr báðum áttum. Þetta raskar ekki minni í ró, miðtaugakerfið bara ágætlega sterkt þó þessi 5 dagar í kosningar, en þetta auðvitað líka bara kosningabarátta. Jú, klárt, en þú veist það er kannski það sem ítti undir að fólk var tilbúið að gleypa þetta mögulega þarna kom frétt nokkru dögum undan og Þorgerður talaði að Sjálfstæðisflokkurinn væri óstarfhæfur og óstjórnhæfur og hvernig sem orðaði það og þá kemur þessi frétt, en allavega, við höldum áfram. Við ætlum aðeins að fara í þau persónulega áður en við förum í málefni, tæklum þau. Í mannin áður en við förum í boltan. Let's go. Byrjum á degi hérna, við verðum auðvitað að ræða málan, hann er búin að svara ágætlega fyrir þetta en ekki á vettvangi Chess Dark, svaraði vel fyrir þetta í Silfrun og annað en náttúrulega formaður flokksins Kristrún Frostadóttir hvatti kjósanda til að strika út, það veit allir hvað við erum að tala sko ég ætla bara að spyrja þig hérna opinskátt sko, hvernig var það fyrir því persónlega að lesa þetta og sért aukaleikari og að formaður þíns flokks sé að nánast hvetja kjósanda til að strika það út? Ég held ég hef orðað þannig að mér bránu þegar ég sá þetta. Ég ætla bara að vera alveg einlega með það og hins vegar bara alveg hárrétt að sko ég kem inn í þetta ekkert með mjög löngum fyrirvara. Ég fann að það voru svona ákveðnar áhyggjur. Kannski hafði fólk einhvern veginn hlera það á Sjálfstæðisflokknum, ég veit það ekki, að sko ef ég væri þarna í hinu oddvitasætinu á móti sem í hinu Reykjavíkurkjördæminu á móti Kristrúnu að þá væri svona ákveðin hætt á því að planið fræga veist, að kosningabaráttun yrði óþarlega mikið fyrir okkar smekk látin fjalla bara Reykjavík eða veist, einhvern veginn að ég væri einhverju svona óbeinu eiginlega formannsframboði í Samfylkingunni, eitthvað svona sem að mér fannst svolítið langsótt en ég bara hlustaði og ákvað að það væri bara fínt fyrir mig og fyrir heildina ég myndi sækjast eftir öðru sætinu og eftir Kristrúnu og einhvern veginn þannig bara undirstrika að ég væri bara að stíga inn á landsmálasviðið en það væri ekkert svona engin undirteksti í því. Við værum með skýra stefnu, ég var að koma inn með mína reynslu til að styðja við nýja forystu og vera hluta af stórum hóp og ef svona betur aðgáð þá hef ég alltaf nálgast pólitík svona og unnið svona og tekið eitt skrif í einu og það hefur bara verið mér til gæfu og þannig að eftir að við vorum búin að taka bara svona opið og samtal þar sem við hreinsuðum bara loftið að þá þetta bara mál sem ég skildi bara við mig og svo hef ég auðvitað fengið að vera í hraðfréttum og svona sem aukaleikari og þú veist, þetta alveg sniðugt sko Þetta er alveg svona hugtak í stjórnmálum Róa sig, þú ert ekki að tala með aukaleikari hér Já, ég meina ég vona þú veist, Baltasar Kormákur sé að hlusta þú veist, ég meina kannski fæ maður einhvern tækifæri sko. Ég myndi alls ekki út að Við erum orðin svo mikið kvikmyndaborg Já, klárt sko, önnur til dags, ekki þessu tengt sko, Kristrún okkar kona, búin að mæta til þessari þáttinn og stendur sig alltaf eins og hetja tala mikið að fara í annarsæti það sem hún væri ekki með reynslu á þessu sviði sko, þetta er nú bara einræða frá mér sem skrifaði þetta sko, þú ert eitt fassarasti borgarstjóri seinna ára myndi halda það að veri ansi góð reynsla og skóli fyrir pólitík leiðrétti mig við að segja einhver rángfæslur en Víðir Einarsson og Alma Möller sem bæði fengu oddvitasæti með svona mikla reynsla á stjórnmálum eða ég spyr bara okkur lætur bjóða þér þessa ástæði fyrir þú settur í annarsæti frekar en að, ég meina, hún talaði um að vera með reynsluleysi þú hlýtur að fengja einhvern besta skóla í heimi til að leiða á einhvern lista í alþingispólitíku. Já, takk fyrir það sko ég hugsa að hún sé kannski bara að hafa eftir eitthvað sem ég hef sagt sko, þegar ég kem svona snýmir einhverjum nýjum hlutum að ég hef rosalega þörf fyrir að fá yfirsýn og eitthvað neginn hugsa mig gegnum hluti og setja mig vel inn í þá og fólk eru auðvitað ólíkt en þannig að það er bara rétt sem að hún sagði að þú veist, ég gerði enga kröfum að verða ráðherra allavega ekki strax og svo framvegis þú veist svona maður er ég ætla ekki að bæta á listaðinn sko að því að en sko ég ætla nú að halda þið fram að það sé
frábær reynsla að hafa stýrt almannavörnum í landinu eins og víðir hefur gert og frábær reynsla að hafa verið landlæknir en líka bara gjörgæsla og þyrlulæknir og ég get trúa eitthvað fyrir því að í mínu starfi sem borgarstjóri og væntanlega áfram í pólitík að þá í raun undirbúningurinn að vera læknir ekki bara góður vegna þess að þegar þú vinnur á bráðamöndunum þá bara sérðu þverskur samfélags og kynnist aðstæðum alls konar fólks heldur líka vegna þess og þetta segi við 7. árs læknarnámi ég held 1 fyrirlestur á ári alltaf fyrir loka árið í læknisfræði og læknisfræði í raun nám að taka ákvarðanir og þegar þú ert læknir að þá sko mikilvægastu upplýsingarnir sem þú safnar þess að þú fær frá sjúklingnum sjálfur þú bara þetta hlusta og jafnvel hlusta aðeins meira á lengur heldur en sko fólk átt að sjá þeim betra svo ertu að safna gögn út að panta rannsóknir og svo ertu að setja mál í ferli en stundum þarftu líka að taka ákvarðanir að sér hratt og oft út frá því sem við getum kallað ófullkomnar upplýsingar og þessi lýsing sko hún ávið rosalega margt í pólitík og þetta viltu reyna að hafa eins miklar og góðar upplýsingar og getur en oftast þá verður líka að setja hluti í einhver ferli og vera tilbúin að staldra við og skoða málið, jável skiptum skoðun og breyta þessu stefnu þannig að það alls ekki ókostur og almans í læknir, það mikill kostur og það sem kostur held ég og samfærum reyndar varandi frambjóðandahóp samfylkingarinnar að þetta heldur ekki ein og sama manneskjan, þetta breiður hópur með reynslu allstaðar úr samfélaginu en fólk sem hefur getið sér gott orð þar sem það hefur verið, hefur skarað fram úr og núna þegar við erum að fara svona hratt í kosningar þá það eiginlega svona sótt tilnefnt af einhverjum félögum úr flokknum eða bara sótt vegna þess að okkur finnst fengur að þessu fólki Algjörlega, vel svarað, síðast spurningu þín, bara stutt spurning, hvernig sambandið þér og Kristrúnu í dag? Það hefur alltaf verið gott sko og Það hlýtur að hafa aðeins hana. Já, eins og það gerir þegar manni bregður við eitthvað alveg þangað til maður sest niður og hreinsa loftið en ég hef alltaf talið það einn af mínum svona bara kostum í lífinu og ekki bara í pólitík, heldur bara í lífinu að vera svona sáttfús og hlusta og ef að ég finn að fólk einlægt að þá sko dvel ég ekki við einhverja hluti, það geta allir gert mistök og svo bara heldur fólk áfram, þú veist, við erum ekki í þessu fyrir okkur sjálf við erum í þessu til þess að ná einhverjum árangur að breyta samfélaginu og vinna, þú veist, jafnaðarstefnunni og þannig að þú veist, ef að ég hefði einhvern tíma verið svo fullur af sjálfum mér að ég hefði verið einhvern veginn aðalmáli þá hefði ég ekki verið svona lengi í þessu Algjörlega, en svarað sko til Þórbergar, það var náttúrulega geðveik klippa sem að þið gerðu að Þorgeiri Katrín og Jóni Gnar þarna saman í bíla sem að Jón Gnar var að spyrja Þorgeiri hvort að hann væri aukaleikari sko það var náttúrulega smá drama þegar Jón Gnar mætti inn þið töluðum að þetta ekki fyrsta kallinn sem að ætla að reyna að taka mitt sæti en það var fljótt settlað, það engir aukaleikari við Viðreisn eða hvað? Ég hef áður fengið þessa spurningu og með þið töluðum ég gerði ekkert annað en að fagna því einlæglega Jón Gnar var að ganga til liðs við Viðreisnar þannig að þú ert að vísla í eitthvað annar rif en það eru ekki aukaleikarar í Viðreisn þetta náttúrulega kannski tungutak sem gengur ekki alveg upp en við erum samhentur hópur og ég held að þessi hluti á styrkleikunum núna, ég myndi bara segja eins og Dagur og það náttúrulega í sjálfsvið alla stjórnmálaflokka til þess að þetta verði farsælt, þá sækjur auðvitað reynslu úr ólíkum áttum en ég myndi segja að þetta sterkur hópur, þetta samhentur hópur við höfum unnið mjög náið saman núna í þessi hópur sem í þingflokkur núna í 4 ári stjórnarandstöðu við bindum þetta miklar vonir við það að eftir kosningar séum við að fara í ríkisstjórn og erum einhuga bak við okkar formann sem ótrúlega reynslu mikil kona í stjórnmálum, okkar reynslumesti þingmaður
Ég held að það sé líka hluti svona af success story núna, að það er reynslan, að vinna með okkur. Algjörlega, hrósa við nú Kristrún á, getum við Rósa Þorgeir líka, það Já, er okkur hvort við kona getum. maður heldur betur. Ég ætla að taka eina riddarspurningu núna, þú veist sem er í lokin venlega, en þessi var svo góð, ég verð að taka hana núna. Riddararspurning. Hún er til dags. Já, það er svona aðsenda spurningar frá þeim sem hlusta. Þetta er bara ekki frá okkur. Nú hefur hrundið, þetta er til dags, nú hefur hrundið af stað auglýsingaherferð gegn þér persónulega, þú lent í ýmsu, meðal annars skotar á bíl, erju við formanni sem við fórum yfir á hann. Það er mikið offramboð á stjórnmálafólki, en vantar alltaf lækna. Væri ekki fínt að stíga út úr leiðundunum og verða heimilislæknir? Mig dreymir stundum það sko og hérna en sko elsta stelpa mín, ég á 4 börn, er 20 og hún er mér ævarandi áminning um það hvernig ég hætti að vinna á bráðamóttökunni. Okay. Vegna þess að sko því ég byrjaði í borgarmálunum þá var ég að vinna með á bráðamóttökunni svona bara til að halda mig við sem læknir og bara að því að gaman. Já, varstu að vinna samhliða það? Já, en sko þetta voru þá kvöld og helgar og þau kemur bara barn í heiminn og veist, þá verður þetta svo dýrt sko, þannig að það þyrfti nú að eiga sér nokkurn aðdragand að fara að vinna sem læknir en enga síður sko það er rosalega gefandi starf og átti alveg sérdelis vel við mig í raun og veru. Já. Ég veit ekki hvort ég trúi því að því ég er búin að vera svona lengi frá því starfi en hérna það er magnað, svolítið eins og í pólitík bara gengur svolítið út á mannleg samskipti og hérna en já, þannig að maður ætti aldrei að segja aldrei, held ég og mér hefur stundum bara liðið rosa vel að vita, herðu þú veist, saman hvað gerist þá get ég alltaf bara fara að gera eitthvað annað og meðal annars það. Já, þið lofið náttúrulega öllum heimilislækni, gæti að enda þannig eftir kosningar þegar ríkisstjórn Dagur B. í heimilislæknum. Ef við getum sinnt öllu sem upp á vantar að þá væri þetta bara töfralaust. Það væri svona enn á Ísland.is bara hver er þinn heimilislæknir? Dagur B. Já, einmitt, það er helmingur landsmanna með heimilislækni og hinn helmingur með það. Bara allir eru með heimilislækni og hann heitir Dagur B. Eggertsson. Ef það væri svo einfalt sko, nei ég er hræddur að hérna svar, þú veist, það er nefnilega bæði mikinn svona pólitískan fókus á þetta verkefni og ansi mikið úttald og seglu, þannig að hérna, þegar það vantar bara einn heimilislækni á Íslandi þegar við erum bæta öllum hinni við og kannski verði ég sá. Ég held við vindum okkur bara í heilbrigðismálin fyrst við erum búin að opna bóksið. Þorbjörg, sko þú fær hérna eina að opna. Okay. Hvað er að núverandi kerfi? Ein opin. Hvar skal byrja? Sko við höfum verið rosalega upptekinn af því að tala biðlista. Að biðlistar eigi ekki vera vörumerki íslenskrar heilbrigðisþjónustu. Það er svolítið staðan í dag. Menn að við getum tekið heimilislæknin og þetta er þá áður en að dagur er komin á vakt að fólk er að bíða. Við getum tekið öldrun á þjónustuna, við getum tekið veruleika barnsins sem er að bíða eftir einhverju greiningu sem síðan kallar á einhverju heilbrigðisþjónustu, hún er stundum í árum talin. Við getum líka útvíkka þetta og fara með þetta inn í geðheilbrigðismálin sem við Viðreisn talað mikið þar höfum við þetta mikið talað gildi þess að leggja sálfræðiþjónustu til jafns við aðra heilbrigðisþjónustu, hún eigi að vera niðurgreidd. Þannig að ég myndi segja ef þetta er bara svona einfalt svar við því hvað er helst að, það er ég myndi segja að íslensk heilbrigðisþjónusta sé gegnum gangandi góð en það vantar töluvert mikið upp á það að hún sé aðgengileg. Hvað ætlir ráða? Sko, við erum með plan. Bara það þarf að setjast niður og fara í alvöru stefnu til þess að gera betur. Að einhver marki, og það verður alltaf veruleiki heilbrigðiskerfisins og heilbrigðisþjónustunnar, að einhver marki vantar innspýtingu, það vantar meira fjármagn. En eins og ég segi, ég held að það verði alltaf. Það má líka skoða skipulag, það má skoða hvernig ólíkar ángar heilbrigðiskerfisins getur unnið betur saman. Það þarf að fara að skoða það og það tengist öðrum þáttum en bara heilbrigðisþjónustunni. Þú veist að nú er í tísku í stjórnmálum að tala að hafa stjórn á landamærunum. Úr hinna áttinni þá þurfum við að fara að hafa stjórn á landamærunum þannig að við fáum fólki okkar aftur heim.
og það auðvitað ekki síst við heilbrigðisstéttirnar. Þetta eru á heimsvísu er fólk með heilbrigðismenntun, þá ekki bara við lækna heldur líka hjúkrunarfræðinga og aðra stéttir. Þetta eru eftirsóttustu starfskraftar í heiminum öllum. Þannig að við þurfum í því samhengi að vera geta boðið upp á spennandi starfsumhverfi. Það hefur með laun að gera en líka starfsaðstæður. Það hefur líka bara með húsnæðismarka að gera lífskjör og lífsgæði. Við sjáum það alveg og Dagur þekkir það auðvitað mjög vel að það eru læknar sem hafa farið út í nám og í vaxandi mæli eru ekki lengur sjálfkrafa að velja sér það að koma aftur heim. Það er vandamál fyrir Íslendinga alla. Er það alfarið ríkisins að reka heilbrigðiskerfið? Nei, það er það ekki og það er það ekki í dag. Menna fullt af fólki er á einkarekinni heilsugæslu án þess að vita af því. Af hverju er það? Það er vegna þess að við erum með norrænt heilbrigðiskerfi sem gerir það verkum að ef þú ert á einkarekinni heilsugæslu þá borgar þú ekki framfyrir og verðmiðin er sá sami. Þannig að meðan að ríki greiðir fyrir þjónustuna þá er það ekki þá eru við ekki cancel culture á því að segja að það megi ekki. Og líka þú byrjar að telja þetta upp þegar fólk talar það að það vilji engan einkarekstur í heilbrigðisþjónustu þá er þetta líka einhvern veginn að fara að svara því hvað með sjálfstætt starfandi ljósmæður sem að fara heim til kvenna sem kjósa að fæða heima. Ætlum við að banna það? Hvað finnst okkur krabbameinsfélagið? Hvað finnst okkur starfsemi eins og ljósið eða SAA, allt sem er nátengt heilbrigðisþjónustunni. Þannig þarna myndi ég kannski aftur vísa til okkar til svona frjálslyns miðjuflokks. Við erum ekki í hópi þeirra það sem það eru bara trúarbrögð að bara allt skal vera einkarekið, alls ekki þar. Norræna módeli gengur út á það að ríkið er auðvitað með stærsta hlutverkið þarna. Það er hlutverk ríkisins að greiða fyrir þjónustuna og skipulöggjana. En að einkarekstur fái þrifist innan stórmyndarinnar er bara gott á meðan það byggir á þessum grunnlögmálum okkar að aðgengi að heilbrigðisþjónustu eigi verið það sama fyrir alla óháð efnahag. Það er sammála því? Já, ég sammála mörgu sem Þorberg Seðru var að segja. Ég hefði kannski svaraði þannig varandi svona hver vandin er að mér finnst heilbrigðisþjónustan vera svolítið brotakent. Það einkennist meðal annars af því að undirstaðan að þú sért með fastan heimilislæknir sem hafi yfirsýn yfir þín mál og þinnar fjölskyldu. Það eru ótal rannsóknir sem sýna að það er ekki bara ótrúlega mikilvægt fyrir svona þína heilsu, heldur líka fyrir bara til að koma í veg fyrir sóun og það sem við getum kallað oflækningar í kerfinu. Óþarfa snúninga að fara á milli margra sérfræðinga í einhverju óryggi, að það sé einhver sem er þinn lykilæknir sem að einhvern veginn svolítið styður við þig í að leita til heilbrigðisþjónustunnar. Ég er alveg hjartanlega sammála, ég held við vitum öll að við verðum alvarlega veik, þá er íslenska heilbrigðiskerfið alveg óbáslega öflugt að mæta okkur. Það sem við teljum að sé samt óbáslega mikilvægt, bæði þetta með fastan heimilislækni og síðan að upplifa ekki óryggi ef einhver eldri í fjölskyldunni eða einhver bara er að veikjast þannig að það þarf kannski aukna þjónustu eða í talningum að koma inn á hjúkrunarheimili eða eitthvað slíkt, að þetta er bara óbáslegt álag ofan á það að veikjast eða einhver þér nákominn sé að veikjast, að þetta sé ekki í lagi. Og þetta hefur verið vita alveg rosalega lengi. Og ég held að þess vegna segir svona brotakent kerfi þar sem að ýmsir hlekkir í þjónustunni er ekki til eða slitnir. Og ég hef stundum veldið fyrir mig hvort að sé að hluta til af sögulegum ástæðum að við einhvern veginn búum í landi það sem að var svolítið svona íhaldsemi og alltaf undirliggjandi ótti að heilbrigðismáli myndu kosta mig mikið, þannig að það er raun bara alls konar með sjúklingasamtök og áhuga fólk eins og SAA, eins og Krabbameinsfélagið
eins og bara alls konar kvenfélög þú veist, konur á Íslandi söfnuðu fyrir 3/3 af Landspítalanum þegar hann var byggður En í dag er þetta okkar saga. Já, Sankti Jósefssystur stóðu fyrir byggingunni í Stykkishólmi og nunnunar í Landakoti fyrir Landakotsspítala þú veist, það er alveg ótrúlega lítið það í raun og veru að einhver hafi sagt, heyrðu, við viljum hafa frábært geðheilbrigði á Íslandi eða frábæra krabbameinsþjónustu, hvernig lítur gott heildarskipulag út og ef við erum að tala til dæmis fíknisjúkdóma, sérstaklega barna og að þá erum við líka með brotið og brotakent kerfi þar þannig að manni svona klæjar í puttana að einhvern veginn fara svolítið í gegnum þetta og laga vegna það er svo margt gott inn á milli og auðvitað víða og frábært fólk að vinna á mjög mörgum sviðum en það vantar svona lykilþætti eins og fastan heimilislækni eins og ákveðna hlekki í þjónustu við eldri borgara og við berum saman framlög okkar til heilbrigðisþjónustu að þá er risagat með við Norðurlöndin sem er heimaþjónustan og heimahjúkrunin að það er svo margt sem við getum gert á forsendum fólks þar sem það vill helst fá þjónustuna sem er oft heima sem við erum ekki að gera heldur erum að keyra fólk í sjúkrabílum eða setja inn á stofnun eða annað slíkt sem er kannski dýrara heldur en það sem fólk helst vill þannig að þú veist, ég gæti raunalegt tekið kvöldið í þetta að ræða heilbrigðismálum en þetta er svolítið ástæðan fyrir því að við í Samfylkingunni viljum setja heilbrigðisþjónustuna núna svolítið í forgang en eru rosalega heiðarleg og undirstrikkum í raun og veru að það mun ekki breytast yfir nótt og það mun heldur ekki duga eitt kjörtímabil. Við þurfum plan í 8-10 ár. En ég verð að spyrja þetta þú nefnir gloppunar sko, er það alfari ríkisins að stoppa upp í þær eins og Þorbjörg nefnir þá erum við með ljósmæðurnar og svo erum við með þetta norræna mótilega einhverju leiti á ríkið alfarið að sjá heilbrigðismálin? Já, við viljum jöfnuð og við viljum jafnt aðgengi. Við viljum ekki að þeir sem hafa meira á milli handana geti keypt sér fram fyrir röð þannig að einhver flokkur á Íslandi sem boðar það? Ekki ennþá, en ég fylgst svolítið vel með þróuninni til dæmis í Svíþjóð og ákveðnir þættir í okkar umbreytingum á liðnum árum hafa leitt til þess að þar eru komnar engatryggingar ofan á og það hefur leitt bæði til sóunar af ákveðnu tægi og að fólk er að kaupa sér fram fyrir röð og að þjónustan er orðin misgóð eftir hvar þú býrð. Miðsvæðis í borgum, stórum borgum í Svíþjóð er kannski betri þjónustan og meira val. Út á landsbyðinni er það miklu minna og lakari þjónust og meira óöryggi og mín tilfinning eftir að vera að tala við fólk núna í þessari kosningabaráttu er að fólk landið á Íslandi finnur sér svolítið í þessari lýsingu þó að orsakirna sé ekki alveg það sama þannig að ég ætla ekki að stimpla þetta bara á kerfið, ég held að sé ákveðnir hlutir sem við verðum bara að hlusta á, verðum að bregðast við, fjármagna. Það geta verið hlutir eins og bara mentasjóður. Þú veist, hvernig við tryggjum jafnrétti til náms sem skiptir máli þarna. Ég var að skoða tölu fyrir læknadeildina og þó okkur vant ekki síst fólk að vinna sem lækna út á landi, þá bara 5% af þeim sem er að læra í læknadeild sem er af landsbyðinni. Já. Það er óttast ég að hluta til vegna þess að við erum ekki að tryggja jafnrétti til náms. Það er rosalega óhagstætt og dýrt og áhættusamt að flytja í bæinn, leigja og þurfa að taka lán með rosalegum vöxtum í menntasjóði. Því miður.
Þannig að það eru ótal verkefni sem þarf að taka á, þau liggja ekki öll innan heilbrigðiskerfisins, en við verðum að hafa fókus á heilbrigðiskerfi að því þetta er dálítið flókið, þetta er mjög margþætt og mjög margt, en ýmislegt til dæmis í ykkar stefnu eins og varandi aðgengi að sálfræðingu sem mér finnst, ég tek bara undir að skipti mjög miklu máli og við þurfum líka að ræða hvað ætlum við að hafa á heilsugæslunni, í framhaldsskólunum beint eða bæði og svo framvegis. Ég meina þetta var, við lögðum fram þetta frumvarp á Alþingi sem gengur í grunninn bara út að það er líka bara ákveðin viðurkenning á bara fæinu sem sálfræði þjónusta er. Ef við segjum að heilbrigðisþjónusta eigi verið aðgengileg fólki óháð efnahag, þá eigi það líka við sálfræði þjónustu. Svar ríkisstjórnarinnar og ekki síst Svandísar á sínum tíma var þegar lögin voru samþykkt að þetta væri bara heimild fyrir hana til að semja við sjúkratryggingar og svo var aldrei neitt gert með það. Og hún sagði einmitt, við setjum aðeins fleiri sálfræðinga inn á heilsugæsluna og það hefði kannski dugað til ef þeir hefði verið margfalt fleiri en þeir voru. Það eru biðlistar þar. Ungt fólk sem ætlar að fara til dæmis bara hér í Reykjavík til sálfræðings og heilsugæslunni, biðin er í vikum og mánuðum talin. Þannig að já, við höfum talað fyrir því að það væri gott að þetta væri líka í framhaldsskólanum og það væri gott að það væri hægt að gera samninga við sálfræðingar sem eru bara á stofum, að allir þessir angar vinni saman. Og það er alveg rétt sem að Dagur segir til dæmis með framlag kvenna til íslenskrar heilbrigðisþjónustu og út úr því hafa líka auðvitað kannski vegna fámennisins og við erum lítil eyja að svona til dæmis bara starfsemi eins og ljósið sem að ég held að bara ég og bara við erum svo mörg sem að eigum einhvern náinn okkur sem hefur gleymt við krabbamein og það eru bara sterkar tilfinningar. En ljósið, þetta er bara sprottið upp úr því að það er fólk sem hefur gengið í gegnum þennan sjúkdóm eða verið með einhvern nálægt sér með þennan sjúkdóm sem finnir og það var þörf fyrir einhverja þjónustu og það skapaði hana sjálft. Þetta er bara svona nýsköpun í sinni fallegustu mynd. Síðan er þetta fjármagnað með því að ríki gerir samninga og styður við. Þannig ég myndi allavega að segja af hálfu okkar í Viðreisn að við myndum aldrei gera eins og maður sá takta hjá síðustu ríkisstjórn að fara alltaf því gegn svona starfsemi sem þá þegar er tilbúin. Svandís var í bara hörðum átökum við Krabbameinsfélagið og eilíflega með yfirlýsingar um það var ekki passandi að svona samtök væri með hin og þessi verkefnin. Þannig við veist að það þurfa að viðurkenna líka að hverjar aðstöðunar eru, hvað starfsemi er þá þegar starfandi og þegar þú ert spurður að þessu með starfsemi einkaaðila að geta þá sagt að byrjum orðum og ég heyra Dagur er alveg að því að þú veist, já, við ætlum að halda áfram að styðja við starfsemina sem þá þegar er starfandi, en ég er líka alveg skotin í því að ríkið standi með nýsköpun fólks sem er menntað á sviði heilbrigðisvísinda. Ég get nú bara nefnt Bergið sem mjög gott dæmi, Sigurþóra Bergsdóttir sem er á listanum hjá okkur hefur verið að byggja það upp á samt fleira fólki núna á undanförnum árum og ég fann bara... Það er frí sálfræði þjónusta til ungmenna, eða ekki? Nákvæmlega og við vorum með svona kvöldar sem að ungt fólk gat komið og spurt og eitthvað og það sló mig bara ánægilega hvað, þú veist, að beinlinis krakkar í hópnu sem nefndu þetta sem eitthvað svona bara hafa komið inn í sitt líf á kritískum tíma og nefndi það bara sem eitthvað gott dæmi eitthvað sem væri velgert því að þó að einhvern veginn heilin á okkur virkir svolítið þannig að við erum að horfa á viðfangsefnin og vandamálin þá megum við auðvitað ekki gleyma því að það verður að gera alveg frábæra hluti mjög víða í samfélaginu meðal annars í heilbrigðiskerfinu en ég held að mjög mörg sem að þar vinna viti samt að sé fjölmargt sem við getum lagað sérstaklega í hvernig við skipuleggjum hlutina og látum það að renna. Algjörlega. Úr einu í... Fyrirgeðu Þorberg, ætlaði kannski bara bæta við að þú veist að því svo getur maður líka talað um einhver svona þætti eins og stjórnsýslu. Þú veist, ég heyri dæmi sögu af ungum hjúkrunarfræðingi sem lauk námi í Danmörku líkur hjúkrunarprófi þaðan og er síðan bara í stappi við embætti landlækni sem einhverja stimplun það að námi sér hliðstætt því og kentir á Íslandi jafnvel þó að standa á vottorðinni og það verður síðan í mánuðum talið að þessi íslenski hjúkrunarfræðingur geti komið heim til að vinna. Við eigum ekki verið með svona hindranir í kerfinu. Nei,
algjörlega úr einu í gjörsamlega allt annað Reykjavíkurflugvöllur flugvöllur okkar allra til dags Víðir Einarsson sagði á kosningafundi að það væri skýrt að flugvöllurinn ætti að vera áfram í Vatnsmýrinni Logi Már Einarsson fyrrum formaður flokksins sagði slíkt í sama og sagði að það væri ófrávíkjanleg krafa að flugvöllurinn áfram í Vatnsmýrinni Hvað segir fyrrum borgarstjóri sem hefur barist með kjaftu og klóm fyrir því að fá flugvöllin í burt? Já, þeir eru báðir hérna að vísa í stefnu flokksins sem talar það að þar til að annar og betri völlur er orðinn að veruleika þá verði flugið áfram í Vatnsmýri og það er raun grunnurinn í þeim samningi sem við gerðum milli ríkis og borgar ég og Sigurður Ingi sem þá var innviðaráðherra 2019 og höfum verið að vinna eftir og það sem þeir eru að gera þeir eru í landsbyggðarkjördæmum að það er einhvern veginn hluti af handbók ákveðna flokka í framboði í aðdraganda kosninga er einhvern veginn að nota flugvallagríluna á samfylkingafólk sem er í framboði með einhverjum þeim orðum að þeir skeiti engu heilsu, líf og limi fólks á landsbyggðinni heldur ætli bara að eyðileggja flugvöllin áður en það komi nýr og þannig að þeir á bara að vera að svara þessu og ég get bara staðfest það að stefna samfylkingarinnar er grunduð á þessum samningi Reykjavíkurborgar og ríkisins frá 2019 og vonandi verður bara sama hver ríkisstjórnin verður unnið markvisst hérna eftir honum Algjörlega, Þorbjörg, Reykjavíkurflugvöllur, já eða nei? Sko, ég meina, þetta er auðvitað bara eins og mörg mál. Jón Gnarr sagði það í þettunum hérna, stýrivextir, já eða nei. En ég myndi halda þetta samt í pólitísku samhengi og skiptist þetta einhvern veginn þannig að já, þú veist, það þarf auðvitað að finna annan stað fyrir flugvöllin til þess að hægt sé að flytja hann. Því að allir vita að það þarf að vera flugvöllur, spurningin er hvar á hann að vera. Svo eru auðvitað flokkar sem eru hérna, og ég held að flesti flokkar sé einhverju marki hérna, þú veist, ekki alveg einhuga í þessu. Ég fyrir mitt leyti vil alveg sjá Reykjavíkurflugvöllin fara, en ég er áttuð veruleika máls, hann fer ekki fyrir en annar staður í fundin. Og ég hef líka lesið pólitíkina þannig að svo tímalína sé hansi löng, að hann sé eitthvað að fara. Já, klart. Já. Vika er langur tími í pólitík. Já, vika er langur tími í pólitík. Frábær punktur. Þetta er djúbvika, sko, áður að fer. Sko, ef við færum okkur yfir í umhverfismálin, kannski bara til eitthvað beggja, hvaða áherslur og tímarama viljið hafa í orkuskiptunum í samgöngunum? Byrjum á þér, Þorbjörg. Já, ég þykist vita hver undanfari spurningarinnar er. Það var einn frétta og þarna vísa ég kannski bara aftur í afleiðingar þess hvað gerist þegar þú ert með ríkisstjórn sem er fundamentally ósammála í öllum stærstu málum samtímans. Svarið er ekkert gerist. Þannig að þegar að Viðreisn var fyrir einhverju síðan eitthvað álykt það að það væri forsendur til þess að fara að hafa skoðun á því hversu lengi þetta flytja inn díselbíla, þá voru við líka að horfa á nú vona ég að Dagur móðgist ekki að ríkisstjórnin var með ákveð plan orkuskipti. Það plan gekk ekki upp og þannig leiðir á sjálfu sér að planið að fara að hafa skoðun á því hvenær á að hætta að flytja inn díselbíla fellur með því líka. Meni, ég er sjálf þeirra skoðunar að vænlegusta leiðin til þess að hafa áhrif sé að beita grænum hvötum. Þetta séu jákvæðir kratar frekar en neikvæðir og það eigi við einstaklinga jafnt sem fyrirtæki. Ég hef líka verið að leggja fram fyrirspurnin á þingi til dæmis til Bjarna Ben meðan að hann var fjármálaráðherra bara hversu hátt hlutfall ríkisins í fjárfestingum teljast grænar og svo framvegis. En svo í svari henni óbeinu spurningu beint að þá er Viðreisn ekki að fara að banna eða setja hartudellan það hversu lengi megi flytja inn díselbíl. Nei, alls ekki. Mér finnst stóru málin í þessu og svona ég einhvern veginn skynja fólk þannig að eins og stundum er bara að fólk trúir ekki alveg að sé að verða rosalega miklar og góða breytingar til bóta í samgöngumálum.
fólki líður bara eins og þessi búið að tala svo ótrúlega lengi borgarlínu, þessi búið að rífast og slást þetta fram og tilbaka að þessi framtíð komi bara seint og ég vil aldrei en með uppfærsla á samgöngusáttmálinu sem við kláruðum með ríkisstjórninni núna í haust að þá verður strætó miklu betri strax á næsta ári. En hann svo lélugur. Notar hann mikið? Nei. Ég nefnilega hef gert mér farum að nota strætó miklu meira eftir að ég hætti að vera borgarstjóri. Og ég segi, pabbi minn guðfræðingur, hann segir alltaf þeir kvarta mest undan lélegri mætingu í messu þeir sem aldrei koma. Þannig ég held að Dagur sé að fara að byrja með þá sögu. Nei. Ég ætla nefnilega alls ekki að rífast við þessa tilfinningu. Það núna 16% þeirra sem búa á höfuðborgarsvæðinu sem eru innan við 400 metra frá stoppistöð þar sem strætó gengur á 10 mínútna fresti á annað tíma. Á næsta ári fjölgar þessum hópi í 50%. Þannig að helmingur allra á höfuðborgarsvæðinu munu þá búa innan við 400 metra frá stoppistöð þar sem sem bara mjög aukin tíðni og það svo margt sem sýnir það að þessi aukna tíðni það sem gerir kerfi librara og þú nennir ekki að vera að bíða lengi út á stöð, þú nennir heldur ekki að þurfa að vita hvenær næsti strætó kemur. Þannig að núna erum við að fara að sjá nokkur ár þar sem að þetta að fara að aukast og batna og svo kemur borgarlínan sem að mun breyta mjög miklu vegna þess að þá ertu komið með forgangsreinar út allt, þannig að þá ertu líka örugur að komast hratt og vel en varandi orkuskiptin að þið voru að spyrja það, þá held ég að fráfærandi ríkisstjórn hafi verið alveg með frekar metnaðarfull og fín markmið í loftslagsmálum. Það var bara ekki tímasett, ekki fjármagnað. Já, nákvæmlega, aðgerðaáætlun var bara svona á dállu hugmyndastígi sem dálítið alvarlegt að því mjög mörg markmið snerist bara 2030 sem á morgun. Og engin mælanleg markmið heldur. Nei, en ég hef undanförnum árum fengið trú á fyrirbæri sem við tölum lítið í þessum samgöngumálum sem rafmagnshjól. Já. Og mér finnst mjög mikil svona áhersla og samtal rafmagnsbíla sem eru dýrir og kostar að gefa afslætti sem ég held að sé samt skynsamlegt að gera. Ég held að sé skynsamlegt að ýta undir orkuskipti í bílum. Halda áfram að niðurgreiða? Já, ég held það. Áttu rafmagnsbíl? Hann svona hybrid. Já. Það var á þeim tíma það var svo erfitt að fá fyrir 7 manna fjölskyldu eða sem með 7 sætum. Já. En rafmagnshjólin hins vegar, ég veit ekki hvort það við prófa þau. Það mjög erfitt að hætta að nota ef að fólk einu sinni byrjað vegna þess að þau bæði Sama hvernig veðrar? Já, nánast sko. Er það? Prófaðu og Mætti messuna. Mætti messuna. Nei, en það eru fjölmörg fyrirtæki sem að hafa verið að sko lána fólki hjól í mánuð að 3 og það ótrúlega fáum skilað. Það ekki vegna þess að þau tínast, heldur vegna þess að fólk varð úti á þeim. Nei, fólk getur keypt með afslætti. Þá getur líka komið í vinnuna á þess að vera eitthvað kófsveitt eða sveittur og hólar og hæði verða ekki sama vandamálið og mótvindur. Ég lendi náttúrulega aldrei í mótvindi, hvorki í lífininni, pólitík eða öðru það verður svona. Nei, ég meina, rafmagnshjól eiginlega uppfinning sem bara eins og hún hafi orðið til fyrir Ísland og þessi saga þarna úti og við sjáum að rafmagnshjólum að fjölga bara mjög hratt og heilsufarsávinningurinn ótvíræður. Fólk hjólar miklu meira en á öðrum hjólum vegna þess að þetta svo þægilegt skemmtilegt. Þannig að þetta var rafmagnshjólaræða mín fyrir hlustendur sem vilja. Við þurfum að sponsa þetta eiginlega. Já, ég held að þetta henda tala við einhverja þessum góðu rafmagnshjóla seljendum. Dagur, viljið þið virkja meira? Sko, áður en að tökum þessa, það langar mig að Þorbjörg, þú ætlaðir að bæta eitthvað við strætóumröðan eða hvað? Já, ég ætlaði bara að segja, ég kaupi þessi rök með sko þetta að þú ekki þurfa að vita hvenær hann gengur. Ég bjó í New York í nokkur ár og ég bjó þar með, þá átti ég 2 dætur og ég bjó þarna með þá var þetta eiginmanni minnum og þá samar þetta, við vorum með 2 litla krakka
og áttum ekki bíl í rúm 3 ár og bara daglegi veruleikinu þetta, það einhver mann skal bara fara í leikskóla, einhver fyrir skóla og það æfingar og þú veist, bera heim þunga mjólk og stundum rauðvín og alls konar og þú þurftir aldrei bíl og ég þurfti líka aldrei að vera eitthvað inn í því hvenær lestin kæmi. Ég bara, rölti niður tröppuna, það var alltaf stutt í næsta stopp og þá sá maður lífsgæðin í þessu. Það ekki borg þar sem veðrið er gott allan ásins ring. Fyndi samt þeir eru hissa einu svona ári alltaf þegar snjóar og kemur óvart sko, þessi vetur í febrúar, þá þetta bara í fréttum, það bara monster storm og skólarnir lokaðir og allir í uppnámi, þetta gerist á sama tíma okkur einsta ári, þau eru alltaf jafn hissa. En þá sá ég þetta er algjörlega gerlegt, þetta hefur ekki með veðrið að gera og þá samar þetta líka, sko, eins og því fólk eru upptekið af heimilispókaldi núna, svona verðbólgutímum, en það alltaf stórkostlegur sparnaður í því að lifa einhverju lífi þar sem þú raunverulega getur valið að eiga ekki bíl og borga bensín og borga tryggingar og lífið þetta ekki verra á nokkurn einasta hátt. Ég myndi segja í dag, þú veist, ég bý elsta dóttir mín flutta heimann og ég bý með 2 dætra minna, það myndi ekki hvarfla að mér að eiga ekki bíl. En mér finnst þetta mjög þokkafull tilhugsun að geta búið í borg sem það er valkostur. Ég meiri segja, þú veist, mér finnst við eiginlega ekki þurfa að tala annarkvært eða. Mér finnst í raun við ná punktunum bara ef að fólk á kannski 1 bíl eða 2 í staðan fyrir 3. Ég meina sparnaðurinn er veist, á aðra 1 milljón á ári, sama hver bílinn er og þannig að Já, bara við að í Reykjavík dagsins í dag þá myndi ég ekki upplifa myndir hika allan daginn og meira en hika ég myndi aldrei selja bílinn bara ekki til að tala sko Sko ég verði eiginlega að grípa hana bolt á lofti og fara í borgarlínuna en það ekki Jú, ég ætla að spyrja út að virkja meira öllu drull sem það borgarlínan virkjum hugviti já, og þessi heiti dags og þetta er önnur riddarspurning þegar dagur fær áður en riddarspurning að byrja sko af hverju, hann er örugglega reiður sem að segja þetta er þetta í hástöfum? Nei, þetta er ekki í hástöfum Þú last þetta með svona hástafarödd Af hverju viltur neyða fólk í borgarlínu sem það vill ekki? Ertu stoltur að eitthvað Reykjavíkurborg hefur gert í samgöngumálum? Fækkun bílastæða og veruleg skerðing á fjármagni til umferðar innviða. Er borgarlínu það sem þjóðin vill? Nokkra spurningar hérna. Ég nálgast þetta út frá vali frekar en að neyða eitthvað og þá er ég að tala alla ferðamáta, þú veist líka hjólastígana að þetta sé valkostur og nú svona gefur fyrirspyrjandi lauslega í skinn að viðkomandi hugsi sér að keyra áfram Rétt og ég gef mér það líka já, akkurat þetta er svona lauslega gefið í skinn Er að opna meira út hjá okkur Fyrsta pallborðið sem ég er ekki kalt í Já, og þá finnst mér svo mikilvægt að átt að sjá að allar þessar greiningar sem að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og ríki hafa verið að láta gera á undanförnum árum benda til þess að besta leiðin til þess að þessi ágæti fyrirspyrjandi komist betur leiðar sinnar í umferðinni á einkabíl er að fleiri velji það að fara í borgarlínu eða hjóli eða gangi og það takir strætó En þið eru að fækka akreinum eða ekki samt? Gera einstefnur og loka þetta Þar sem það er hægt og greiningarna sína það sé í lagi að þar búum við til forgánsreinar fyrir borgarlínu úr núverandi akreinum en við erum líka að fá nýja brú yfir Fossvoginn, við erum að fá nýja brú yfir Elliðavoginn og þar í öllum nýju götunum á höfðunum að þá verður bara að hugsa fyrir borgarlínu frá upphafi þannig að þetta er raun nýtt samgöngukerfi sem er að bætast við strætó sem mun áfram keyra en þetta verða svona hágjaða almenningssamgöngur í forgangi í umferðinni sem á að gera þetta frábærum valkosti fyrir 71% þeirra sem búa á höfuðborgarsvæðinu. Það eru tölurnar þegar borgarlínan verður farin að keyra að þá getur þú treyst á öflugar almenningssamgöngur á tíðni í forgangi umferðinni 71%
þeirra sem búa hérna og ef við hugleiðum bara hvernig stendur á því að allt þetta sveitarstjórnarfólk og þessi ríkisstjórnarflokkar þvert yfir pólitíkina Sjálfstæðisflokkurinn til með, dæmis. já, ég meina í öllum hinnum sveitarfélögunum hefur þetta verið Sjálfstæðisflokkurinn standa saman að þessari framtíðarsýn það vegna þess að gögnin og greiningarnar sem hafa nú verið unni mikið af sína að þetta besta leiðin fyrir heildina ekki bara þá sem ætla að nota borgarlínu eða nota strætó eða hjóla heldur líka þau sem ætla áfram að keyra bíl. Hvað borgarlína? Borgarlínan hágjaða almenningssamgöngur og það sem við skoðuðum og bárum saman var sem borgarlína sem kallað Bus Rapid Transit á ensku og bárum saman við léttlest eða light rail. Léttlest á teinum en borgarlína á forgánsreinum en keyrir á hjólum, dekkjum. Lítur svolítið meira út eins og lest en samt bara ný tegund og stærri vagnar sem afkasta meiru. En aðalmálið ekki hvort það séu teinar eða dekk, heldur forgangurinn í umferðinni að þú getur treyst þessu, að það séu örri tíðni og að þessi hluta einhverju heildarkerfi þannig að við hættum að hugsa og skipta fólki í kannski fólk sem keyrir fólk sem nota strætó og fólk sem hjólar og búum til samgöngukerfi þar sem þú getur bara blanda þessu svolítið saman og þurfir ekki svona mikið að pæla í þessu nema bara því sem þægilegast fyrir því hverju sinni og þá eru reiknilíkun sem við köllum umferðarmódel sem spá fyrir hvað þú veljir og það eru þessi módel sem að segja með tilkomu borgarlínunar munu miklu fleiri veljana og umferðin verður liprari. Þannig að þeir sem eru að keyra núna og elska bara ekkert meira en bílinn sinn, þeir þurfa ekki að hafa áhyggjur af borgarlínunni. Þeir eru að styðja borgarlínuna og bara skrúa niður rúðuna og öskra áfram borgarlína. Maður heyrir þetta ótrúlega líka upp Ég ekki þetta. Ég hef stundu sagt þeir sem í pólitíkin að berjast gegn borgarlínu, þeir eru svona, þú veist, þeir eru eiginlega svona með mengun og umferðartöfum. Þú veist, þetta væri þá, ef þetta væri stjórnmálaflokku þá getum við skammstafan og því að þeir sem ætla að keyra áfram og elska ekki umferðartafir, þeir ættu að styðja að sem allra flest noti borgarlínu. Já, vel svarað. Já, Þorbjörg, ef við vendum hvað okkur kross og færum okkur yfir í útlendingamál nema þú viljir bæta eitthvað við borgarlínuna? Nei, sjálf sér ekki. Ég sé einhver millitýpa þarna. Ég Þú ert alltaf eigir ekki eitthvað módulinu? Alveg, þú veist, og bara hrifin af hugmyndinu borgarlínu. Ég skil svolítið það sem Dagur var að segja í byrjun með, þú veist, að fólk að bíða og svona allt þetta. Ég tengi rosalega lítið við fólk sem einhvern veginn brjálað yfir borgarlínu. Ég skilði það ekki alveg. Kannski að það kostar alltaf mikið? Já, þú veist, þetta fjárfesting. En þú heyrið alveg, þú hlustar á umræðina, það ekki stóru rökin. Þetta bara einhver svona önugheit. Ég get alveg skilið umræðum kostnað og tímalínu og þetta sé að dragast og meðan að framkvæmdu standi, þetta senki umferðin, góðar almenningssamgöngur alveg hagsmunamál allra líka okkar þeirra sem kannski ætlum ekkert endilega að nota allan liðlangan daginn, sko. Þannig að Nei, ég sé náttúrulega fyrir mér að ég verði bara í borgarlínu. Ég veit það. Hann verður hérna út gluggan bara frá borgarlínu og ég keyri fram hjá bara hæ. Ég hugsa að verði öfugt, sko, borgarlínu alltaf að taka fram með borgarsinnunum. Já, eflaust. En eins og ég segi, mér finnst þetta svona Dagurskell. Mér finnst þetta rosalega skrítin umræða að vera eitthvað brjálaður gegn almenningssamgöngum. Það nú alveg stjórnmálaflokkar sem að gera sér mat á þessu. Ég veit það. Ég ætla bara að vera alveg ærlega með það. Ég tengi ofboðslega lítið við það samtal. Já, klart. Ég segi bara flott hjá ykkur, en ég ekki með ykkur. Já. Sko, útlendingamálin. Við sjáum kostnaðin fara úr 25 milljörðum niður í 10 milljarða og umsóknum fækkar mikið. Brottvísanir hafa aukist. Erum við kannski bara komin í toppmál hana, Þorbjörg, eða ennþá verk að vinna?
Sko ég held að þær breytingar sem hafa verið gerðar á útlendingalögunum bara núna síðast hafi verið að mestu leyti bara jákvæðar. Ok. Við sátum hjá. Við sátum hjá í einum punkti, við studdum stóra markmið, við sátum hjá í einum punkti varðandi það atriði sem lautað rétti barns til fjölskyldusameiningar. Ég alveg litið af því að, að sitja í fjárlaganefnd og það þarf alveg og Viðreisn sem flokkur sem talar fyrir sko bara alvöru hagstjórn og ábyrgri meðferð fjármuna ríkisins, þá getur auðvitað ekki horta einhvern málaflokk, fara frá 3 milljörðum bara upp í 23 eða 25 eða hvað það var á örfáum árum án þess að staldra við. Það er engin skynsemi í því. Sérstaklega ekki þegar maður fór að skoða tölurnar hvað eru margir að koma til landsins, þá gátt það heldur eiginlega ekki rökstutt þennan mikla kostnað. Þannig að það var eitthvað svona drakonískt kerfið þarna, það kostaði allt of mikinn pening. Hluti af því er að mjög margt fólk var í mjög langan tíma þegar kannski átt að liggja fyrir tiltölulega snemma í ferlinu að svarið yrði neikvætt. Þannig að ég held að við séum hiklaust á betri stað og þetta segi kannski ekki síst sem manneskja sem hef þá skoðun að fyrir það fólk sem að kemur hingað og á flótta, fær alþjóðlega vernd vegna þess að það hefur verið á flótta, þá hvílir á okkur ábyrgð að taka á móti fólki þannig að það sé einhver raunveruleg tækifæri til þess að spjara sig í samfélaginu. Og þá verða skólarnir að vera í stakk búnir til þess að taka á móti barni eða börnum. Þá verðum við að vera í þeirri stöðu að mamma og pappi eða hvernig sem að fjölskyldan er samsett eigi möguleika á því að fá vinnu, að fólk sem að kemur hingað geti leigt sér húsnæði eða keypt sér íbúð, búa einhvern veginn ekki bara í bílskúr einhvers staðar, að við sem að bjóða eitthvað alvöru tækifæri. Þannig ég sjálf þeirra skoðunar og minn flokkur að það að vera góð í útlendingamálum, stóra svarið þar er ekki bara einhvern veginn að taka á móti endalaust mörgum, heldur ekki síður hvernig við séum gerum það gagnvart þeim sem hér eru komnir. Þannig að þessar breytingar sem fóru gegn í vor held ég að megin stefnu bara verið mjög góðar. Pólitískt myndi ég líka segja þar. Mér fannst áhugavert að því að þar sér maður líka svolítið bara svona, mér finnst það áhugavert að því ég er bara búin að vera 4 ára á þingi, svona hvað bara tónn og taktur í samskiptum skiptir miklu máli. Það var í sjálfu sér engin regin munur á því sem að Guðrún Hafsteinsdóttir var að boða og sem Jón Gunnarsson hafði verið að gera. Guðrún Hafsteinsdóttir kann bara tala við fólk. Já. You would be amazed hvað það gerir, sko. Og og það voru ekki þessi stóru átöku í þinginu. Auðvitað það líka síðan svona hliðarveruleiki málsins að það held í sig orðin bara aukinn skilningur í samfélaginu á því að það er ekki gott fyrir samfélagslegu hagsmunina, ekki gott fyrir fólk sem að hingað kemur að sturta fólki bara hingað til lands og síðan býður þeirra ekkert. Það er ekki vænlegu uppskrift. Nei, klart. Sammála því Dagur er eitthvað. Já, sko ég mikla trú á vinnumarkaði sem og þáttöku á vinnumarkaði til þess að verða hluta samfélagi og held að það hafi verið og sé að mörguleiti styrkur okkar þegar kemur að útlendingamálum að það er gríðarlega mikil atvinnuþátttaka og út frá því er kannski hægt að nánast segja að töluvert stór hópur af því sem eru flóttafólk eða umsækjendur alþjóðlega vernd sem frá Úkraínu og lengi vel frá Venezuela komu fóru bara mjög fljótt í vinnu og urðu í raun bara hluta samfélaginu. Alkjörlega, og þannig viljum við halda því. Já, og það líka hægt að taka undir það að það sé engum greiði gerður raun að bíða í von og óvon lengi, þannig að maður vilji fá mannúðlega meðferð, heiðarlega og réttláta og síðan bara svör gagnvart því. Það sem mér hefur gengið dálítið erfiðlega skynja svona aðeins úr fjarlægð er
sko þetta Venezuela dæmi allt saman sem Já, að manni fólki nálægt skilur það heldur ekki, sko. Nei, sem manni virðist sko hafa einhvern veginn verið þannig að íslensk stjórnvöld senda út skilaboð að fólk frá Venezuela er velkomið. Hjartanlega velkomið. Mjög mörg koma hingað og fara að vinna, svo breytist einhvern veginn tónninn og mér hefur aldrei fundist vera skýrt í umræðinu hvað mikill hluti af þessum kostnaði verður til vegna þess að stjórnvöld fari mjög kostnaðasamar aðgerðir annars vegar við að draga sko atvinnuleyfi þessa fólks tilbaka og síðan leggja kostnað við að búa til hvata til þess að þau fari aftur til Venezuela. Þú veist, mér hefur svona einhvern veginn fundist svona já, bara þetta er svolítið óljóst og þetta heyrir þetta kannski til fortíðin einhverju leiti en ég vil bara undirstrika að sko alltaf fólk sem hingað kemur bara á grundvelli EES-samningsins er meira að minna að koma hérna til þess að vinna og þessi stóru hópar lengi vel, Úkraína og Venezuela sem er svona megin þorri flóttafólk sem komið inn hefur verið á vinnumarkaði langt yfir 80%. Og svo hefur það náttúrulega líka í útlendingaumræðunni þangað til bara alveg nýlega verið algjörlega óumdeilt á vettvangi stjórnmálana að við vildum gera það sem við gætum til þess að standa með Úkraínu í því samhengi að taka á móti fólki sem að hinga kemi. Við erum þetta herlaust þjóð og gerum í því samhengi alltaf minna heldur flestar aðra þjóðir sem eru á annað borð að veita þeim liðsinni. Mér fannst í því samhengi mjög sérstakt að hlusta á Sigmund Davíð þarna í fyrstu kappræðanum þegar hann fór að gefa til kynna að meiri segja fólk sem var að flýja undan stríðinu í Úkraínu ætti ekki að geta sótt skjóls á Íslandi. Af því þannig erum við þetta líka farin að slá mjög einkennilegan tón bara í okkar utanríkispólitík. Klart. Já, sko, kannski eitt erum við með áreiðanlegar heimildir fyrir því að Birkir við sem komin á sama stað á Svíþjóð hvað var að hlutfall erlendra ríkisborgara? Mínar heimildir eru Sigmundur Davíð í grjótkaffinu í dag. Svo ég segi bara alveg eins og en hérna, þú veist, er það eitthvað sem að hérna sko, þurfum við áhugað? Já, neða, sko, mynstrið er klálega að breytast, þjóðfélagsmynstrið. Er það eitthvað sem við þurfum að huga að núna í bara á komandi tím? Já, ég held við þurfum að huga því samhengi að eða þú veist við þurfum að huga að því eins og við þurfum að vera meðvituð allar stórar samfélagsbreytingar sem verða og verða á mjög skömmum tíma. Kallar þetta aukna fjárfestingu? Já, meðal hans í íslenskukennslu myndi ég segja, það er alveg augljósdæmi en sko, ef þið skoðið hópana að þá er auðvitað fólks sem er að veljendubergi brotið að vinna eiginlega í öllum kimum samfélagsins. Mismiklu þó. Langstærstu hóparnir eru að vinna á 3 sviðum. Þeir eru að vinna í byggingariðnaði, ferðaþjónustu, annar þriðjungur og svo velferðarkerfið þriðjungur. Þetta eru langstærstu hóparnir, þessi 3. Og ef þið hlustið eftir því sem að stjórnmálaflokkarnir eru að segja núna í aðdraganda kosninga allir vilja byggja meira, ekki satt? Meira húsnæði. Jú. Þannig að við þurfum meira vinnuafl í það, ekki satt? Enginn er að tala að minnka ferðaþjónustu eða hvað? Jafnvel ekki hirtum það, nei. Á vaxi. Við þurfum hendur og dekk í það og við erum væntanlega að halda áfram með öldrun þjóðarinnar að byggja upp velferðarkerfið. Þannig að sko, mér finnst þessi umræða stundum rista svolítið grunnt ef við ætlum að bara horfa á lykilverkefnin. Fleiri íbúðir, ferðaþjónusta og velferð. Þarna er fólk að veljendubergi brotið að langstærstun hluta að vinna og mér finnst það kallar svolítið á ef einhver ætlar að slá einhverju fram að fólk fari eða, þú veist, það yrði rosalegt fyrir þessa 3 aðalgeira og mér finnst í hinn orðinu allir tala eða horfast í augu við og vilja fleiri íbúðir, meiri velferð,
og ferðarþjónustu. En það sem ég á kannski við að þegar þetta gerist svona hratt, birtingamyndin svo að við erum að nálgast að vera bara sko eiginlega heimsmeistarar í fólksfjölgun, af því að hingað fólk að flytjast til Íslands í mjög stórum tölum og á mjög til á skömmum tíma, menna því að dagurinn nefnir ferðarþjónustuna. Það grein sem maður hefur hérna, fór á stað og hefur síðan bara sprungið út á ekki svo mörgum árum. Þannig að mér finnst alveg að stjórnvöld eigi að hafa skoðun til dæmis á þeirri atvinnugrein hvernig hún hérna stækkar, á hvaða hraða, hvernig ferðarþjónustu viljum við, en líka bara stærri spurning hvernig atvinnulífi viljum við. Þú veist, hérna erum við endalaust að heyra að hér svo mikill hagvöxtur, en hagvöxturinn sér í íslenski þú ferð að skoðan hvað er á bakvið hann, hvers vegna finnur fólk ekki fyrir hagvöxtunum en bara fyrir þenslun og verðbólgunu, það er vegna þess að á mann, þú veist, maður bendir á þig og þig og þig og mig, að þá er þetta ekki hagvöxtur sem að skila sér í veski almennings, að því hann byggir fyrst og fremst á fólksfjölgun. Þannig að mér finnst að stjórnmálaflokkarnir eigi líka alveg að hafa skoðun á því hvaða framtíðamúsíku eru að teikna upp fyrir Ísland, ferðarþjónustan reyndist okkur algjör lífsbjörg eftir hrun, hefur verið eins og nýsköpun fyrir byggðir landsins, en hún er mannaflsfrek og hún hefur líka ákveðnar aukaverkanir, til dæmis á húsnæðismarkaðinn. Ein ástæða þess að við erum að tala um að þurfa að byggja meira er að það er ekki bara ferðarþjónustan flytji fólk til landsins til að ferðast, heldur líka vinnuaflið. Það hefur auðvitað áhrif á það hvernig húsnæðismarkaðurinn er. Og ég vona að ég hljómi ekki hér eins og ég sé hérna eitthvað annað en stuðningsmaður ferðarþjónustunnar. Já, kannski bara við, það því mér finnst sérstakt, við höfum verið með sérstakt ráðuneyti utan um þennan málaflokk og mér hefur fundist ríkisstjórnin vera einhvern veginn hafa of litla skoðun á því hvernig greinin þróast og líka of litla skoðun á því hvort að hún sé að ýta undir og byggja undir atvinnulíf til framtíðar þar sem að framleiðinin er meiri, að við sem að búa til störf sem eru ekki bara láglaunastörf, að því það tengist því sem við vorum að tala um áðan að fá fólk aftur heim til Ísland og Ísland verði það sem að var ekki sjálfstæðsflokkurinn að tala um við síðustu kosningabortu, eitthvað land tækifærana sko, að það sé þá meiri breytt í atvinnulífinu okkar. Já, bara við að stjórnvöld þetta er umræðan atvinnustefnu fyrir Ísland og svona frá sjónarhóli borgarinnar þá rættum við þetta og bara mjög mikið og svo Reykjavík erum við þakklátt við vættum ekki alla þessa veitingastæði og allt þetta og býsna djúpt eftir hrunið eins og Þorbjörg nefnir og ástæðan fyrir því að Reykjavík horfði svolítið á ferðarþjónustuna var að við mátum það einfallega þannig í 12% atvinnuleysi að það væri atvinnugrein, mannaflsfrek sem hún er, sem gæti útrýmt atvinnuleysi hraðast. En við vildum ekki lenda aftur í þeirri stöðu eins og við vorum svolítið með bankana og þar áður kannski álverinn og fiskin að vera með hérna öll egg í sömu körfu þannig að við horfðum líka á þekkingatengdagreinar og hugverkaiðnaðinn og það er ekki allir sem átt að segja á því að gjaldeyristekjur af hugverkaiðnaði hafa vaxið í raun svipað hratt og af ferðarþjónustu alveg gríðarlega mikið á undanförnum árum og við sjáum hjarta hans svolítið í Vatnsmýrinni, við sjáum það í Alvotech, við sjáum það í Grósku, þar sem CCP og auðvitað er þetta fullt af litlum og meðalstórum fyrirtækjum sem að falla undir þennan flokk og svo erum við að tala um skapandi greinar, þú veist, kvikmyndaverið í Gufunesi, öll þau tækifæri sem að tengjast því og alls konar afleidd störf og endurvinnsla og úrvinnsla og svo framvegis og mjög mikið af þessu sérstaklega í hugverkaiðnunum eru vel borgandi störf það er kannski það sem ég reyna að segja sem skilja mikið eftir sig og hérna en borgin hefur ferðarþjónustan sé ekki eina svar stjórnvalda að hér sé að vera til störf að því það er alveg veruleiki málsins að hérna ungt fólk sem fættir á Íslandi er að einhver hluta vegna ekki að velja sér öll þau störf sem að ferðarþjónustan skapar. Við viljum líka að stjórnvöld hafi skoðun á því, og þetta segir kannski bara því Viðreisn er svona atvinnulífsflokkur, hafi skoðun á því
hvernig fyrirtæki vera til á Íslandi og reyni að búa til fjölbreytt atvinnulíf eða standa með fjölbreyttu atvinnulífi og tækifærum til þess að það geti orðið til þannig að fólk sem fyrir út í nám velji sér að koma aftur heim. Og það þarf alveg að ræða í því samhengi svona hagsmuni lítilla og meðalstóra fyrirtækja á Íslandi sem búa alltaf við þetta mikla ójafnvægi sem að, vinnandi fólk finnur auðvitað líka fyrir sem eru verðbólga og háir vextir. Það er erfitt að fjármagna sig á Íslandi og það er allt og lítið rætt þetta. Hvernig er veruleiki lítilla og meðalstóra fyrirtækja á Íslandi? Allir lögaðilar eru núna á síðasta korterinu hjá þessari ríkisstjórn að fá á sig 1% skattahækkun sem að kemur fram á álagningar árinu 2025. Við svona heila verða nefna þetta núna því ég heyra Sjálfstæðisflokkurinn að reka kosningabaráttu sem gengur út á það að sé ofboðslegt ógnar ástand í því að hleypa einhverjum öðrum blokki inn í fjármálaráðuneytið, að þá er það þetta veruleiki málsins að fram á síðasta dag það var hækkaður skattur á fólk vegna varnargarðana í Grindavík og aðgerð sem hefði bara vel mátt fjármagna með öðrum hætti. Núna eru lagður þessi 1% skattur og lögaðila á sama tíma og þeir eru að glíma við sömu verðbólgu og við öll finnum fyrir er að glíma við sama hávaxtastig og lánunum og við öll finnum fyrir og við segjum bara að þetta eru röng skilaboð. Algjörlega. Þorberg, þú nefnir hérna Sjálfstæðisflokkin sem að virðist hafi nógu snúast með að einbeita sér á öðrum flokkum. Þar á meðal ykkur. Mjög hrifin á okkur. Já, hann er líka hérna samfóð, sko. Hann er líka hérna samfóð, já, hann er það. Ég var nú bara Hveiti á til að kjósa okkur í dag? Já, ég sá það. Ég var hrifin. Það var einhver sem leiðir eftir þetta dag sagði, mátt ekki streka hann út á kjörsseðil til ógildur. Einhver andist En ég var ánægð með hitt þarna dagur. Strikaði bara út. Já. Það er ógildur seðil. Ekki pæling. Við ætlum líka gott sem Heldur að svona innst inni þá eru einhver þarna sem væri til. Ég ætla samt að gera það. Það eru kannski ekki það, það eru svona að fara kjósa sem gamla flokka en þetta er nú meira. Mér fannst það líka góð frétt að maður að segja sko, þú verður eiginlega að krefja froskinn sko, eða ætlar að útskýra brandarinn sko, og verður að drepa hann. En Þorberg sko, þessi auglýsing sem að fangaði athygli mín daginn, það var að snýra jafnlaunavottuninni. Það sem að Sjálfstæðisflokkurinn fékk til sín nokkra atvinnurekendur þar sem við tölum það að jafnlaunavottunin hefði jafnvel haft bara öfu áhrif en þau sem voru tilallið og þetta væri bara skriffinska og reglufarkan sem að væri bara íþingjandi fyrir atvinnurekstur í landinu. Hvernig viltu svara þessu? Já, ég hef heyrt þetta og þau tala mjög mikið þetta í kosningabaráttunni núna. Þú veist, það er allt í lagi að fara bara yfir heildarsamhengi hlutana. Viðreisn var þarna tíma með Sjálfstæðisflokknum og Bjartri framtíð í ríkisstjórn. Jafnlaunavottun er sannarlega hugmynd Viðreisnar og við lögðum hana á dagskrá og fengum henni fram í ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar. Bjarni Benediktsson var á meðan hann var forsætisráðherra á erlendri grundi á einhverjum ráðstöfunum He4C og allt þetta að tala hvað þetta væri mikilsvert framlag til jafnréttisbaráttunnar. Ég get alveg skilið þegar fyrirtæki kvarta undan því að þetta hafi í för með sér kostnað. Ýmsar kvaðir sem eru settar á fyrirtækin hafi í för með sér kostnað og hugmyndin þá bakvið er að það sé einhver samfélagslegur ávinningur af svona aðgerða að það sé samt réttlætanlegt að gera það. Ég heyri samtali núna að hvort að jafnlaunavottun ætti kannski að vera valkvæð. Mér finnst það alveg komið til skoðunar. Ég vek athygli á því að Sjálfstæðisflokkurinn er búin að sitja núna í ríkisstjórn í 2 kjörtímabil, hefur ekki valið að fara í neina slíkar aðgerðir. Hafðu þetta öll verkfæri til þess ef þetta var einhvern veginn að raska þeirra hugarró með þeim hætti að þyrfti að breyta lögum þá hefðu þau þetta alveg geta gert það. Þannig ég vil bara halda því til haga. Það hefur ekki verið gert. Hin hliðin á þessu og ég fæ að tala bara svona sem kona sem hef skoðun á jafnréttismálum. Veruleiki málsins þetta sá að Ísland hefur náð árangri í jafnréttismálum vegna þess að við höfum tekið ákveðin skref, vegna þess að við höfum verið í aðgerðum til þess að ná fram launajafnrétti. Núna er ákveðna stéttir í verkföllum eins og kennarar. Þar þetta veruleiki málsins sá og eða hjúkrunarfræðingar líka, svo ég nefni þá líka, þó ég sé tala verkfall kennara, að það ákveðna stéttir sem að hafa það sem virði starfsins hefur aldrei almennilega verið metið
sem hefur gert það að verkum að svona órái á vinnumarkaði er afleiðingin. Þú veist, þetta eru kvenna pólitísk málefni en þú veist, eins og ég segi, ég hef náttúrulega bara sittið í stjórnarandstöðu í 4 ár og hef ekki haft neitt að segja hvernig að jafnlaunavottunin hefur þróast. Mér fannst reyndar, ætla bara að leiða mér að segja það, sjúklega fyndið að sjá Þorgerði Katrínu í spursmálum hjá Stefáni Einari réttunum grein sem að hann skrifaði sem formar VR. Það var ákveðið KO. Það sem í ljós kemur að hann er auðvitað ljósmóður jafnlaunavottunar. En sjálfsagt mál að ræða það hvort hún eigi að vera valkvæð eða ekki. Er hann samt ljósmóður á engamarkaði? Já, hann er í heimafæðingu sko. En mér fyrir samt því tek þetta tvennt saman að því að þú veist, ég hef einhver hluta vegna verið í óendanlega mörgum viðtölum með Guðlaug Þór núna í þessari kosningabaráttu. Það er okkar maður reyndar. Já, og bara, þú veist, hann er hress. Hann er kraftmikill, já. Já, og hress. Já, stundum. En Áttu að sé ekki hress með Viðreisn? Hann hefur verið, þú veist, minna hress í síðustu viðtölum hefur mér fundist. En mér finnst Guðlaugur toppmaður, svo það sé sagt. Já. En tala mikið jafnlaunavottun og svona, en mér finnst einhvern veginn, því þetta sé svona 2 jafnréttisáherslur Sjálfstæðisflokksins í þessari kosningabaráttu sem einhvern veginn annars vegar afstæða til þungunarofs og hins vegar til launajafnréttis. Ég staldra alveg aðeins við. En allt er þetta afstæða. Já, klart. Já, sko, er séns að ég fá að plata þig Dagur til þess að fara aðeins lengra til vinstri og þið Þorbjörg aðeins nær miðju og þetta Það eru þið glæsilega. Ok. Áraðarlega skipti málið hann. Ekki pólitísku. En það kom með húsnæðismálum Þorbjörg, þú hefur orðið á þann að túrisminn væri að setja auðvitað innflutt vinnuafl, veist það? Ég meina hverju tveggja, vinnuaflið í túrismannum og auðvitað ekki bara í túrismannum, já bara við, þegar fólksfjölgun verður þetta röð, þá hefur það afleiðingar og þá þurfa stjórnvöld að hafa einhverju hugmyndir hvar eru tískorðu eru þetta vaxtamark? Jú. En þú veist, hver er heilbrigður vöxtur? Algjörlega. Sko, hvað vill Viðreisn gera í húsnæðismálum? Er svarið einfalt byggja meira og kannski leiða skjóta inn í hana í framhjálpi okkur eru við enn að díla við hana mikla skort, er það mögulega Reykjavíkurborg að kenna alls saman? Nú er ég gott að hafa Gulla því ég er farin að kunna ræðuna sko. Já. En ég held ég get endur tekið hana sko, ég held að þurfi hiklaust að byggja meira og en þarna þarf að hugsa þú veist, hvað er hvað í þessu prófið að tala við verktaka sem eru í því að byggja íbúðir og fáið þá til að lýsa því fyrir ykkur hvernig er að fjármagna sig og 12-14% vöxtum. Jú. Kælir það markaðinn? Já. Þannig prófið síðan að ræða við fasteignasalunum það hvernig gengur að selja íbúðunar til fyrstu kaupendina þegar vextirnir eru eins og þeir eru. Standa kaupendur í röðum? Nei. Þannig að þú veist, já, það þarf að byggja meira og já, það má alveg ræða einstakar aðgerðir Reykjavíkurborgar en skoðuðu bara nágranna sveitarfélögin og skoðuðu vaxtastigið á Íslandi í heild sinni, þá er það alveg fundamental breyta það hvernig hlutirnir líta út. Við höfum líka alveg verið talsmenn þess að það megi alveg skoða byggingareglugerðir þannig að þessi bæði hægt að einfalda reglur þar gera fyrstu kaupendum auðveldara. Það er auðvitað eitthvað sturla við það að íbúðar hafi þróast þannig á ekki mjög löngum tíma að í dag er eiginlega ekki hægt að fara á stað sem fyrstu kaupandi nema eiga ríka mömmu og ríkan pappa. Þú bara raunverulega getur ekki lagt fyrir fyrstu útborgun. Þetta er bara stórkostlega breytt umhverfi og það þarf að ræða þetta því hér er að vera til svona kynslóða ójöfnuður. En hvernig ætla Viðreisn að laga það? Ég held að stóra svarið séu ríkisfjármálin. Að það sé þannig að þú hafir efni á því að taka lán, hafir efni á að kaupa samhliða því að byggja meira. Þannig að það sé alveg skýrt, þá er ég ekki að halda því fram að þurfi ekki að byggja meira. Það leiðir auðvitað sjálfur sér í framhald af því sem ég var að tala um áðan að við erum næstum því heimsmeistarar í fólksfjölgun. Það er mjög mikill þrýstingur á húsnæðismarkaði.
og þess vegna var ég einmitt að tala um það alveg ákjósanlegt, skynsamlegt og jafnvel nauðsynlegt að ríkisstjórnin hafi einhverja skoðun á því hversu mikill þrýstingurinn á húsnæðismarkaðunum að vera. Þá verðum við að skoða það líka hver fólksfjölgunin það svo mikill í tísku að tala um að sé framboðsskortur. Ef við erum aldrei að ræða það bara, þú veist, hvað eru stjórnvöld beint og óbeint að skapa með eftirspurn? Já, því það hefur með þróun atvinnulífsins að gera. Algjörlega. Dagur, ég hlusta á gott viðtal við Bjarna Ben og Sigmund Davíð í grjótkastinu í dag og Sjálfstæðisflokkurinn, hann vil reynda bara kenna ykkur allt. Þér og samfélkingunum allt, bara þið eigið stærsta hlutan í verðbólgunni, að það sé lóðaskortur og þið sé ekki búin að byggja meira. Hvað viltu segja við hlustendur? Það ekki bara allt pluss viðreisn í jafnlaunavottun. Jú, þetta svona semi það. Hvað viltu segja við þá hlustendur og þá sjálfstæðismenn sem kenna samfélkingunni og þér sem borgarstjóri þetta allt saman? Einmitt. Mér langar að byrja að taka bara þráðinn þar sem að Þorbjörg var og ég einhvern veginn skynja ég skynja Bjarna svona líka. Hann ekki vitleysingur. Nei, hann ekki. Veit alveg að vaxtahækkuninni var ætlað að kæla hagkerfið. Hann veit líka að það að takast. Ég meina verktakar eru að hika við að fara af stað. Bæði þeir sem eru óhagnaðardrifnir eins og Háskólinn í Reykjavík sem býður með síðasta hlutan af stundakverfinu sínu og bara þingvangur og aðri verktakar. Það bara erfitt að fara af stað þegar vextinir eru svona háir. Hvað HMS að segja okkur og fasteignasalarnir? Jú, nýjar íbúðir sem eru óseldar þær að hlaðast upp vegna þess, nákvæmlega eins og þú varst að lýsa, að það gengur erfiðlega að selja þær og kannski bætist við núna hjá fólki að það bindur vonir við nýja og röska ríkisstjórn þannig að vextir lækki. Þannig að akkurat núna þegar vaxta lækkuna ferli Seðlabankans hafið að þá hefur fólk auka ástæðu til að bíða aðeins þá getur vextir eru aðeins lægri. Ég sé fyrir mér eitthvað svona rosalega snjallan fund hjá Sjálfstæðisflokknum líklega svona síðasta vor þar sem þau voru að taka svona eitthvað brainstorm það við erum líklega að fara að tapa næstu kosningum út af vöxtum hvernig getum við komið okkur út úr þessu. Heyrðu, kennum bara Reykjavíkurborg þetta og sú saga einhvern veginn þannig að verðbólgan hún samansett af nokkrum liðum meðal annars húsnæðislið og hvernig getum við búið til sögunum það að Reykjavíkurborg beri ábyrgð á þessum húsnæðislið? Jú, bara með að segja það nú rosalega oft og þá bara hafa allir heyrt og hafa ekki heyrt neina aðra skýringu. Þau bara glimtu að gera ráð fyrir því að vera eitthvað svona lágmarks hagfræðiþekking í samfélaginu og að Seðlabankinn inni sérstakar greiningar á því hvað skýri hækkun húsnæðisverð á undanförnum árum. Já. Ég held líka annars sem þau glimtu. Vaxtalækkunin í COVID skýrir sem að langstærstan hluta af hækkun húsnæðisverðs á undanförnum árum. Sem sést best á því að húsnæðisverð hækkunin verður þegar var búið að slökkva á innstreymi ferðamanna hingað. Það var ekkert Airbnb, þannig að var ekkert að kenna því og það greint líka hvað fólksfjölgun á mikinn þátt í þessu, en þetta var bara í síðasta fjármálastöðuleika Seðlabanka, svona rammagrein sem greinir þetta. Þannig að stendur ekki steini við steini í þessum málflutningi. Reykjavík á baki 5 metár í uppbyggingu húsnæðis. Áslaug Arna birtir einhverja ótrúlega grein húsnæðismál núna daginn og segir að það sé verið að byggja 800 íbúðir í Reykjavík þegar það eru 2800 sem í byggingu. Þetta bara svona grundvallarstaðinn sem allir sem hafa fylgst með húsnæðismálum undanfarin ár hafa á takteinum. Þannig að þetta bara segir mér að þetta snýst miklu meira að Sjálfstæðisflokkurinn á erfitt með að tala verðbólgu og vexti sem er risamál og er það sem að hafa áhrif á húsnæðismarkaðin, uppbygginguna, það að fólk get ekki keypt, það að bara rosalega erfitt að fara í fjárfestingar yfir höfuð, ekki bara í húsnæði og leikur eiginlega þennan svona pólitíska leik
og þú veist að því að í húsnæðismálunum er líka margir aðrir ángar sem að mjög áhugavert og spennandi að ræða. Ég meina, tökum bara leigumarkaðin og áhrif þess að við höfum séð hérna óhagnaðardrifin félög koma inn á þann marka á undanförnum árum. Leigan á þeim 70% af leigun á almennu markaði. Þessi valkosti var ekki til áður en verkalýðshreyfingin við stúdentar og fleiri brettubermar eftir að lögin almenna íbúðakerfi voru samþykkt 2016 þá hafði verið myndast algjört gat frá því að verkamannabústaðakerfi var lagt niður af Sjálfstæðisflokknum aldamótin. Fyrir vikið hafa núna yfir 5.000 manns örugt þak yfir höfuðið hjá óhagnaðardrifnum félögum íbúðum sem áður voru ekki til og þetta skiptir bara mjög miklu máli þarna að við vorum að tala biðlist í heilbrigðiskerfinu þarna eru líka töluverð bið eftir svona íbúðum vegna þess að fólk að leita að húsnæðisöryggi en mér finnst umræðan stundum vera eins og allir á húsnæðismarkaði séu með sömu þarfir. Þær eru fjölbreyttar við eigum bara öll það sameiginlegt að við þurfum örugt þak yfir höfuðið helst eins nála þar sem við viljum búa skiljiði en svo er þetta markaður en stjórnvöld geta búið til meiri fyrirsjáanleika, meira öryggi en undirliggjandi þættirnir sem við hjá sveitafélögunum höfum ekki áhrif á verðbólga og vextir. Já, klárt. Vel svarað, þetta fer að síga á Þetta með eitthvað? Já, bara eitt hérna því við Mér tölum langar að tala við þau í 3 tíma. Já, ég veit það, en sko að því að Þorbjörg myndist á áðan hérna að mögulega vera regluverkið of íþyngjandi fyrir verktaka, það ertu sammála því að það mætti einfalda það? Já, sko OECD gaf út skýrslu með bara mjög mörgum ábendingum hluti sem að skipta máli í þessu og við höfum að horfa á það. Við verðum þó að passa að kasta barninu ekki út með baðvatninu því að við vitum líka ýmislegt bara áhrif gæða í byggingum ljós og aðgengis að grænu svæðum og leiksvæðum. Við þurfum að staðsetja íbúðir nálægt góðum samgöngum, við þurfum að hugsa samgöngunar alveg sem hluta að þessu til þess að þær fari ekki vitleysu. Þannig að það er mjög mörg að hyggja og það var svolítið gaman að koma inn að fyrirhandi borgarstjóri Helsingi. Finnar eru mjög góðir í skipulagsmálum og mjög góðir í húsnæðismálum og þeim einhvern veginn tekst að gera þetta með miklu jafnari takti. Það var mjög skemmtilegt fólk. Já, og góður í karaoke, gaman að fara með sánu. Já, mjög gaman að fara með Já, að hérna hann sagði sko að húsnæðismál væri engin eldflaugavísindi. Það væri miklu flóknara. Þú veist, það eru svo margir persónur og leikendur, það er svo margt sem skiptir máli. Þannig að við þurfum að læra af öðrum þjóðum líka, við þurfum að læra af bestu borgunum og við erum að horfa til Danmerkur og við erum að horfa víðar varðandi svona mismunandi húsnæðisform en við höfum sannarlega geta einfalda þá ferla sem eru óþarlega flóknir og höfum ekki að hika við það, við þurfum bara að gera það í samtali við ekki bara bingariðina en heldur bara samfélagi því að þetta eru lykil fjárfestingar fólks og það er líka ákveðin svona áhyggjur hjá fólki að á árunum sem við vorum að byggja sem hraðast að þá hafi gæðin ekki verið nægilega góð í öllum tilvikum þið þekkið umræðan raka og myglu og viðhaldskostnað meðal annars í skólum, við erum búin að gera úttekt á öllu húsnæði í eigu Reykjavíkurborgar og þetta er risastór pakki sem að allt samfélagi stendur frammi fyrir. Við erum bara eini aðalinn sem hefur gert heildarúttekt á þessu þannig að við erum þar komið plan en það er svo mörg að hyggja í þessu sko. Algjörlega. Já, þetta stóra máli sé bara sko, að það að eignast íbúð kaupa fyrstu íbúð þú átt að geta gert það án að eiga ríkan pappa og ríka mömmu Þarna ertu bara að tala eins og þvott ekta jafnaðarmaður.
Hérna er ég að tala eins og viðreisnarmaður, sko. En Þetta er nú ekki hægri sinnu hugsun. Jú, hún er það, að því að jafnvægið í markaðanum, húsnæðismarkaðanum, það hefur ekki verið fyrir hendi. Þú veist, þetta er byrtingamynd á því, að því að Íslendingar geta keypt sér íbúð og hafa viljað kaupa hana, hafa upp til hópa valið að kaupa frekar en að leigja og stóra verkefni hjá næstu ríkisstjórn núna verður að ná jafnvægi inn í efnahagslífið. Það verður gert með tiltekti ríkisfjármálum, það verður ekki gert með skattahækkunum og það á ekki þurfa að vera lögmál að þú veist vextir séu eins og þeir eru, þú veist það á ekki að vera þannig endilega að allir á Íslandi viti sko hvað seðlabankastjóri heitir. Í mörgum löndum veit fólk ekki hvað seðlabankastjórinn heitir því hann er ekki þannig áhrifavaldur í þeirra lífi. Það þarf að ná verðbólgunni niður, vöxtunum niður og þá er samtalið húsnæðismarkaðinn sjálfkrafa dálítið annað en það er í dag. Algjörlega. Vel svarað, þetta fer að síga á, þetta í framlengingu hérna, leifur á kostningaprófu eftir og svo er þetta spurningar. Ertu með eitthvað að vera það? Sko, leifur alltaf að hamra mér hvað þetta er. Ég veit það, bara ég verða að fá dag einhvern tímann aftur og ræða þetta betur, sko. Ég er bara að reyna að fá. Hérna, Dagur, sko, að því vorum að tala ólíkar þarfir fyrir mismunandi fólk, svo voru að tala hérna barnið í baðvatninu og megum ekki flega því líka. Sko, bara eitt í þessu, þurfa allar baðendurnar í baðkari sitt? Nei. Er þetta myndlíking? Já, þetta er myndlíking. Við erum aftur komin í messuna, sko. Já, sem sagt, þú veist. Stattur í messu. Já, er þetta of mikla, hvað er á hérna verktakana, þú veist, ég veit ekki hvort það er gott dæmi, en þú veist, verktakar hafa nefnt til dæmis að þurfa að vera að lyfta í öllum húsum ákveðin stærðargráðu. Þarf það að vera til dæmis? Já. Það þarf, já. En er ekki meira svona punktar eins og þarf að vera geymsla? Já, til dæmis, þarf að vera geymsla. Já, það er betra dæmi. Já, það er heldur sammála því betra dæmi. Við meira sé að vera að skoða í þessum stóru hverfum eins og Árbænum þar sem ég ólst upp og Breiðholtinu. Þar eru 3 blokkir upp til hópa ekki lyftur og fólk sem vil búa áfram í íbúðinu sinni en er orðið styrti gangs gæti búið þar áfram eða verið lyfta. Þannig að við höfum verið að skoða leyfa þeim að byggja auka hæð eins og gert í Kaupmannahöfn og borga þannig lyftustokk utan á húsið. Þannig að það var ekki gott dæmi með Þorberg. En geymsla er frábært dæmi og stundum erum við svolítið kassalaga í að gera sömu kröfu til allra íbúða og það er kannski þetta sem ég veit, þetta getur lækkað verð. Búsetuformið getur líka, ég meina mér finnst stúdentar hafa verið alveg brilljant. Þar eru 6 til 8 íbúðir sem deila sameilu eldhúsi. Þetta hefur sýnt sig að bæta andlega líðan stúdenta vegna þess að þú einangrast síður og og ert alltaf í einhverju samneyti og elda saman og eitthvað, sko. Eða bara hellu bara kaffi. Sem að geta bara dreigð úr verði. Þú ert að kaupa inn á fyrstu íbúð og þú getur lifað þinn dag án þess að vera með geymslu og það þurfi ekki að vera einhver regla sem segir að þú skalt bara víst fá þessa geymslu. Algjörlega, loka spurning á dagvarði húsnæðismálin, þú vísaði gjörsamlega til föðurhúsuna, þessi Sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkurinn að segja að þið séu stærsti orsakavaldurinn í verðbólgunni og að það sé húsnæðisskortur í Íslandi. Já, það styðst bara einfallega ekki við rök hjá þeim. Þetta er svona pólitísk glamur til þess að færa umræðina frá vöxtum og verðbólgu, til að færa umræðina frá íslensku krónunni og þessu sveiflukennda hagkerfi sem við búum við. Það neitar því enginn að það botnfraus hér allt í allt og mörg ár eftir hrun og við erum ennþá að vinna það upp á húsnæðismarkaði. En þar hefur Reykjavík verið í forystu. Við vorum að fara í gegnum 5 met uppbyggingar ár, síðustu 5 árin sem ég var borgarstjóri og ég er bara mjög stoltur af því að það var ekki bara mikið byggt, heldur líka mjög fjölbreytt fyrir ólíka hópa og ég hef oft sagt það að ef önnur sveitafélög hefðu tekið eins til hendinni og Reykjavík, þá væri ekki húsnæðisvandi. Það sem að þau náðu eins og saman á þessum hugarflugsfundi í vor var að reyna einhvern veginn að hamra þetta inn bara með því að allir segi það sama í aðdraganda kosninga. Mér finnst svo gaman að sitja þetta með Degi og hlusta á hvað hann er
Af því að þú ert náttúrulega meðseg. Fámall og orðknappur maður. Nei, það er búið að tæma þetta, finnst mér. Nei, var vel gert. Sko, ég ætla að vera mjög ósækjart núna og ég er með stutta efnahagsmál og spurningu ánu að leifu fyrir kostningaprófið sitt og svo er þetta spurningan þar. Þetta fyrir á, já, leifur með kostningapróf sem hann bjóð til fyrir hvað flokkið eru. Sko, og þetta er til að beggja, við byrjum á degi að sjálfsögum, hann undan stafrófunni. Nú eru báðið þessi flokkar auðvitað við stjórn í Reykjavík. Einar Þorsteinsson, borgarstjóri, var hjá okkur daginn í mjög góðum þætti, hvetjum allar til að taka hann. Þar sem hann talaði að fjármáli væri svo miklu hakki hjá Reykjavíkurborg að það, hvað sagði hann, hann leiðinast í yfir hann þegar hann sá tölunar. Af hverju ættum við að treysta Samfylkingunni, Viðreisn, fyrir ríkiskassanum við getið ekki reikið eitt sveitafélag? Það sem eina var að vísa til var að Hagstofuforseturnar, þjóðhagsspáin sem við notuðum fyrir árið 2020 gerði ekki ráð fyrir verðbólguskotinu sem síðan varð. Þannig að allir reikningar, ekki bara Reykjavíkurborgar heldur, allar annar sveitafélaga og ríkissjóðs og allra stórra fyrirtækja sem eru með skuldir í krónum og verðtryggðum krónum tóku breytingum og hækkuðu og það kemur inn í reksturinn. Þannig að honum brá vegna verðbólgunar og ég bara tek undir það en rekstur Reykjavíkurborgar stenst samanburð við öll önnur sveitafélög og ríkissjóður verður rekinn með halla í miklu fleiri ár heldur en borgarsjóður vegna þess að við erum að skila réttum yfir núllið í ár og munum líka gera það á næsta ári og vitið af hverju? Ekki argæslega út orkuveitunni? Nei, við vorum með plan. Þegar við réttum við rekstur orkuveitunar eftir hrun þá vorum við með plan og þegar við sáum þetta verðbólguskot mitt ár 2022 að þá gerðum við plan til næstu 5 ára, settum okkur fjármálareglur, mælanleg markmið sem við fylgjum eftir í hverjum einasta ársfjórðungi, í hverju einasta uppgeri, erum að vinna á mjög mörgum þáttum því að þannig snýr maður svona olíuskipi sem rekstur heillar borgar og þannig að ég held að ég tala fyrir mun allra flokkana sem að sitja í meirihlutanum í Reykjavík að við erum bara stolt af þessari vinnu og hvernig við gengið. Já, Þorberg, þið eru ég sagði á hann meðseg, þið eru með samfó í meirihluta í Reykjavík. Eru þið stolt af ykkar framgöngu í Reykjavíkurborg? Ég meina, Viðreisn er hluti af þessu meirihlutarsamstarfi og Viðreisn er alltaf sú rödd við borðið, okkur hefur fundist gott að það verið fleiri raddir, við erum með borgarfulltrúarna inni, Viðreisn verður alltaf málsvari þess að skoða það hvernig farið með peningana, í stóru myndinni þá gengur þetta samstarf bara nokkuð vel, auðvitað áherslu munur og Viðreisn hefði sennilega vilja ganga enn lengra á einhverjum þáttum og Samfylkingin hefði viljað fara í einhverja aðrar áttir í einhverjum málum en það er bara svo það er. Hluta því að í góðu samstarfi finnst mér líka að vera það að sitja ekki í þáttum eins og ríkisstjórnin hefur tamið sér að vera úthúða samstarfsfélögum alla daga en sko að því ég tek eftir því og að þingmenn sjálfstæðisflokksins til dæmis þingmenn þeirra hér í Reykjavík hafa rosalega mikið talað fjármál Reykjavíkurborgar. Mér hefði því samhengi fundist ekki alveg galin pæling hjá þeim að skoða fjármálin. Hjá Hafnarfjarðarbæ, í Garðabæ, Seltjarnarnesi og bera saman Þorgeir að benda það, skuldahöfðu verða í Hafnarfjarðarbæ. Ef maður hefur áhyggjur af skuldum, og það heldur sér alltaf heilbrigt að gera. Ég meina við sáum hver eftirspurning var eftir skuldabrjóðbúðinu hjá Reykjavíkurborg. Já, en þá er maður ekki alveg selektur í því hvaða mynd maður tekur. Nei. Og þá myndi maður til dæmis skoða höfuðborgarsvæðið allt og sjá þá kannski stóru myndina að Reykjavíkurborg er bara algjörlega pari við það hvað er að gerast í þeim sveitafélögum þar sem sjálfstæðisflokkurinn með bæjarstjóra. Þá myndi maður kannski segja, og þarna kemur bara gamli saksóknarinn upp í mér og þar teiknum við upp myndir. Hvað gerir síðan þú skoða ríkissjóð? Já. Ríkissjóður á vakt sjálfstæðisflokksins, það skiptir engu máli hvort að efnahagsaðstæður upp eða myndin er svartari. Ríkið er rekið á yfirdrætti. Þau eru með eitthvað lánablæti þannig að við sem sitjum í fjárlaganefnd og erum í minnihlutanum af hálfu Viðreisnar, ég upplifa við sem í einhverjum skaðaminkandi aðgerðum þarna. Að vaxtakostnaður er 4. stærsti útgjaldaliður ríkisins. Já. Það hefur ekki með heimsfaraldur að gera, það hefur ekki með Grindavík að gera, önnur ríki fóru líka í gegnum heimsfaraldur, önnur ríki fengu á sig orkukrísu í kjölfar innrásar
Rússa í Úkraínu, það verður ekki allt skýrt með einhverjum atburðum. Grindavík samt 100 milljarðar sko. Já, þetta hafði áhrif, en ég er að segja Bjarni Benediktsson og Sjálfstæðisflokkurinn voru með lyklavöld í fjármálaráðuneytinu löngu fyrir Grindavík og auðvitað höfum við öll skilning og samúð með því og öll stóðum við með fjármálaráðuneytinu með því að taka utan Grindavík. Ég á bara við, það skiptir engu máli hvernig efnahagsaðstæður á Íslandi. Sjálfstæðisflokkurinn hefur rekið ríkissjóð með halla fyrir COVID, á meðan COVID var, allir með þeim í því. En Bjarni talar og ég ætla bara að spurning til ykkur að begja, Bjarni talar það að það heyrist ekki múki ykkur þegar og þið vildi fá meiri ríkisútgjöld þegar á þessu stóð. Taktu eftir því þegar hann segir þetta, þá segir hann alltaf og stjórnarandstaðan sagði, eins og það sé innbyrðis eins hópur, þar sé Píratar, Miðflokkur, Viðreisn, Samfylking, Flokkur fólksins, öll ein rödd. Þetta segir hann alltaf þegar hann ræður útgjöld í heimsfaraldri. Í næsta viðtali situr hann og segir, þetta er ótrúlega ósamhent stjórnarandstaða. Við vorum ekki kosin til að tala einni röddu. Það sem að Viðreisn til dæmis gagnrýndi Bjarna fyrir þá var að það þyrfti að koma strax inn með aðgerðir. Þú getur ekki lokað veitingahúsum og látið síðan margar vikur líða án þess að fjárhagsstuðningur komi. Ef þú beitir mjög hörðum sóttvarnaraðgerðum, þá þarftu líka að standa vörð fyrirtæki sem að taka við afleiðingunum. Þannig að það er mjög kreatív túlkun að tala með þeim hætti að öll stjórnarandstaðan hafi allan tíman verið að biðja nákvæmlega sömu aðgerðirnar og alltaf sagt meira, því það er bara ekki rétt. Okay. En við vorum að ræða tímasetningar og það er alveg rétt á ákveðnum tímapunktum fannst við þau vera hæg og þau gætu gert meira. En síðan er þetta ekki bara eitthvað raus í stjórnarandstöðunni. Það liggur fyrir álit frá fjármálaráðið sem er bara óháð ráð sérfræðinga sem benda til dæmis á það að útgjöld sem að röku upp auðvitað allstaðar í heiminum eða í Evrópu vegna heimsfaraldurs hafa náð sér niður aftur. Það hefur ekki gerst á vakt þessar ríkisstjórnar. Þannig ég á bara við fyrir flokk eins og Sjálfstæðisflokkin sem að sefur illa út af einhverju skuldastöðu. Þá, já, kannski er það bara gott að þið skoðu ekki meira en Reykjavíkurborg því það færi svefnin alveg. Já. En skoðu í hins sveitarfélögin og hafið þið áhyggjur af hvernig þið hefði sjálfur rekið ríkið, þið talaðu með einhvern atvinnuleysi í Þýskalandi og efnahagsaðstæður annars staðar, hafið þið bara áhyggjur af hvernig þið standið ykkur sjálf. Algjörlega. Lægstu skuldahlutföllin á höfuðborgarsvæðinu eru í Reykjavík og Kópavogi. Þau hafa verið að hækka hraðast í Garðabæ og Seltjarnarnesi. Sem eru rekin af akkurat og Hafnarfjörður seldavísu veiturnar og lækkuð aðeins skuldirnar þar en það verið bara mjög svipuð þróun í gegnum COVID með þessum breytileika en fólk svona sperri svolítið eyrun þegar maður bara bendir á þessa staðrind að við erum með aðhlutan að Reykjavík, það er alls ekki þannig að Reykjavík sé hæst og raunar þann tíma sem ég verið meirhluti í Reykjavík, ef við tökum alla samstæðuna, þá hefur skuldalhutfallið helmingast. Herri, það er komið að kostingaprófinu og það er að sjálfsög í boði Mar Seafood. Það er veitingastæður sem að hann stóð reyndar ekki á sér stormin í COVID vegna þess að hann var ekki orðinn að veruleika þá en hann hefði lifað það. Býður sannarlega upp á ferskasta sjávarfólk sem að fæst í dag. Það er Brúarstræti 6A í miðbænum, glæsilega á Selfossi. En það ekki Tómas Tórótsson sem með hann? Jú, mikið rétt, hárið rétt hjá þér Birgir. Herriði, krakkar, eru þið komin í stellingar? Þú ættum aðeins að útskýra fyrir þeim hvernig þið gerir það? Já, sem sagt. Það gerir verið hreyfingar. Já, þið þurfa að reka þumalinn upp í loft eða niður eða til hliðar ef að þið viljið. Það er pass. Þið hafið passmöguleikann, já. Gulur. Já, en við mælumst nú til þess að þið séum með nokkuð mikla og góða þingsetu og sama með þetta ekki setja á ómikið hjá. En já, og annað þið megið segja já og nei líka þegar þið svarið fyrir fólki sem er ekki að horfa þetta í mynd. En við hvetjum auðvitað alla til þess að taka þetta í mynd, en þá byrjum við. Eitt af megin markmiðum skattkerfisins á að vera að jafna kjör almennings. Það segir já. Eitt af megin markmiðum að jafna kjör almennings. Já,
það er til hliðar. Við verðum að fá pass já eða nei líka með þumlum. Fyrirtæki sem nýta auðlindir landsins ættu að greiða meira til ríkisins fyrir afnotaðum. Já. Viljið þið nýja stjórnarskrá? Já. Hlutlaust mat. Já. Íslensk stjórnvöld er að tala meiri festu gegn hernaði Ísrael á Gaza. Já. Á að hækka listamannalaun. Já. Nei. Herða eftir lög og reglur til að færri sæki hér alþjóðlega vernd. Herða. Enn frekar, já. Herða enn frekar. Nei, það held ég ekki. Nei. Hlutlaus og það. Nei. Hækka eftir hlutlaus, já. Hækka eftir gjöld á mengunarvalda til að minnka losun gróðurhúsalofttegunda. Já. Var oflangt gengið í sóttvarnaraðgerðum í COVID? Nei. Hlutlaus. Já, það er. Stjórnvöld er að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að tryggja að fólk geti búið áfram í Grindavík sama hvað það kostar. Það er þessi sama hvað kostar setningarhluti sem er svolítið skrítinn. Sem er trikki. En ég hef trú á framtíð Grindavíkur, já. Og mér finnst þetta ekki vera sokkin kostnaður. Ég hef lesið tölvört mikið jarðfræðina, ég veit að þetta á að vera svona hraðaspurningar. En ef þetta þróa... þá þegar tekið það ekki, af því ég sammála þetta skrítin enda hluti. Ef þetta þróast eins og sko, fyrri atburðir, þá getum við búist við 30 til 50 ára hléi eftir að sundhundagigaröðin róast og þá er líklegast að eldvirkning færist eitthvað annað. Þannig að þá getur Grindavík bústaði 800 til 1200 ár. Ég myndi segja og ég menna okkar þingmaður í kjördæminu Guðbrandur hefur verið mjög aktífur í því að tala fyrir hagsmunum Grindvíkinga og þingflokkurinn staðan með í því. Enda hluti setningarinn að sama hvað það kostar, held að engin flokkur sem er ábyrgur í ríkisfjármálum gefi óútfylltan tékka á þetta verkefni frekar en okkur önnur. Það hefur ekkert með það að gera, maður vil ekki standa með Grindavík, þannig að þú veist, mér finnst þetta er ekki já og nei spurning. Þetta er líka stóli frá RÚV, þetta er ekki um mér. Efna á til þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður í ESB. Já. Bæng. Já, samróm, fallegt. Það var það bara, kannski, já, höfum einu lókinina, það þarf að setja aukna peninga í heilbrigðiskerfið. Já. Já, við erum sammála það. Þá komaði rittarspurningum í blandi almennars. Rittar verður beittir í dag. Frá við þá að vita í hvað flokki við erum eftir rittarspurningum. Já, mér sýnir samkvæmt öllu að þú hefði fengið sé og Dagur hefði fengið samfylkinguna. Það er þannig. Já. Ok. Eins og Jóngnar, hann valdi bara viðreist. Þá þurfum við ekki að grípa til ráðstafan og síðustu metri kostningabaráttunnar. Ég tók próf og ég er Inga Sæland. Látum okkur sjá. Sko, já, ég ætla bara að byrja á einni beittri, hún kemur, hann kemur nafnlaus. Hann er nafnlaus. Til dags þeluðu þið vera jafnaðamann þráttir að fá 10 milljónir í uppsafnaðar orlofsgreiðslur, hafa fengið 305.000 krónur á mánuði fyrir setu í stjórn Faxaflóhafna sem að hittist einu sinni í mánuði. Já. Hann já. Sko, Orlofsuppgjör er bara sagt reglum og það er það sama fyrir allt starfsfólk borgarinnar. Leifur hann pakka þessar spurningu saman. Já, ánægði með hann. Látum okkur sjá, sko... Er þetta spurningar sem er að koma bara inn núna eða hvað? Þetta kom fyrir þátt. Þetta kom fyrir þátt, já, okay. Já. Hvað ætlar Viðreisn að gera til að vernda íslenska náttúru? Spyr Pálína. Hvað ætlar Viðreisn að gera til að vernda íslenska náttúru? Já, hún er... Kemur rauð Vinstri grænna. Ég held sé VFG, já. Já. Ég myndi segja, við myndum standa okkur betur en VFG. Takk fyrir spurninguna, Pálína. Já, takk fyrir það. Þeir eru að reykja rittarna. Já, það var alveg. Þessar einnig beint til þín, Dagur. Hverju? Hvað ætlar að gera fyrir Pálínu? Hvað ætlar að gera fyrir íslenska náttúru þegar þú kemst til valda? Ég er mjög spenntur fyrir miðhálendis þjóðgarði. Já. Á einu tímapunkti þegar ég var borgarstjóri þá komu 60 samtök saman í ráðhúsið þarna við Íslandskortið til þess að undirstrika stuðningsin og það sem ég tók sérstaklega eftir var að þetta voru ekki bara náttúruverndarsamtök og umhverfisverndarsamtök, þetta voru líka skotveið fólk, þetta var jeppaklúbbar 4x4 og svo framvegis og öll voru sammála með ættum þarna einstök verðmæti
og þau voru sammála að vinna að þessu þó að þau hefðu svolítið ólíka hagsmuni og svona og ég held að við sem samfélag verðum bara nálgast svolítið svipað. Það þarf einhverja leikreglur þetta þannig að þetta þróist ekki bara einhvern veginn að bara einhver hótelegandi einhver staðar sem bara alltaf búin að malbyggja eitthvað plan sem að einhvern veginn rýrir náttúruupplifunina eða einhvern veginn veist, fólk fer þarna til að njóta eða veiða eða bara sjá og og já, þannig að þetta bara eitt dæmi fyrir, ég geti auðvitað að tala lengi loftslagsmálum. Já, og svo ég sé kannski bara ekki eitthvað sjúklega önug við Pálínu sem bara vænsta kona. Þá erum við með mjög fína stefnu í náttúruverndar og loftslagsmálum. Við vorum að fá hann Aðalsteinn sem er í 3. sæti í Reykjavíkur kjördæmi suður Ríkissáttasemjari King á samningatækni algjörlega og bara ekkert eðlilega flottu gaur sko. Hann tók á móti verðlaunum fyrir hönd Viðreisnar núna í vikunni frá ungum umhverfisfundarsinnum. Við vorum í 3. sæti fyrir okkar stefnu þar. Sjálf hef ég lagt fram svona þingsályktun á þinginu græna hvata fyrir bændur til uppgræðslu þannig að það sitt hvað hægt að gera fyrir Pálínu og allt hennar fólk. Já. Pálína, það sko þig. Næsta spurning og hún til ykkar beggja, byrjum bara á Þórbergurna. Ætlið þið að lækka bankaskattinn? Býtu. Ef ekki, peningar eru hrávara og það því óhjákvæmilegt að þetta verði beint út í verðlagið. Ef það virkilegur áhugi við ykkur lækka vexti, ætti þetta þá ekki verið eitthvað fyrsta verk að bara lækka bankaskattinn? Já, gaman að skuli spyrja þessu. Ég nefnilega satt pallborðum daginn. Mér líður eins og ég sé að breytast í pallborð sko. Hjá samtökum í fjármála fyrirtækja. Þar var verið að spyrja flokkana alla því hvað þetta væri Íslands álag og bankaskatturinn á Íslandi væri hár og hvort það væri ekki bara lag að lækkan og þá myndi vextir allra lækka á punktunum. Svo talaði Már Guðmundsson fyrrverandi seðlabankastjóri sem sýndi nú fram á það eða svona var afar gagnrýninn á þetta. Mér finnst að bankarnir þurfi þá sýna fram á það að lækkun á þessu myndi leiða til lægri skatta fyrir almenninga. Röksemdin var svo að það væri eitthvað Íslands álag á bönkunum og við vorum fyrst byrjum að svara því, er Íslands álag á bönkunum? Og ég segi já, það er heiklust þannig. En það á við fyrirtækja umhverfið allt, þá líka við íslenskan almenning sem er að taka húsnæðislánin hjá bönkunum. Það er þetta ójafnvægi í íslenska efnahagslífinu sem hefur einkenni efnahagslífsins allt og lengi. Það hefur með hagstjórnvalda að gera, það hefur með ýmis sérkenni Íslands að gera, það hefur líka með gjaldmiðlun okkar að gera. Já. Ég benti fjármálafyrirtækjunum þar á, það er algjörlega sjálfsagt mál að taka samtalið við bankaskattinn, þið verði líka að geta rætt hagkerfið í heild sinni sem einkennist að því að vera fremur fábreytt, sem einkennist því að hér er lítil samkeppni og ég spurði á móti, hvað er það sem gerir það verkum að erlendir bankar sækjast ekki eftir því að starfa á Íslandi? Það er krónan. Já, það er krónan. Hvað er það sem gerir það verkum að erlend tryggingafyrirtæki velja ekki að starfa á Íslandi? Krónan. Hvað er það sem gerir það verkum að það er minni samkeppni á matvörumarkaði en annars staðar, bensín og svo framvegis? Þegar að bankarnir fara að hafa ágjur af því, þá skulum við ræða bankaskattin. Dagur sammála. Ég get tekið undir bara mjög margt, já. Og ætlið að lækka bankaskattin? Nei. Ég get bara alls ekki lofa því og ég hef ekki séð rök fyrir því að því að bankaskatturinn hefur verið lækkaður að það hafi nýst fyrirtækjum eða neytendum. Og farin inn í verðlagið? Já, þú veist, þetta er bara að hluta þessar umræðu sem að Þórbergur að vísa í. Það vantar heilbrigða samkeppni á markaðinn, í því felst það er engin trygging fyrir því að lækkun skili sér til neytenda. Já, algjörlega. Ég er alveg alltaf hlynnt því að álögur á fyrirtæki og almenning á Íslandi eiga ekki vera hærri en nauðsynir á. En þarna finnst mér sönnunarbyrðin svolítið vera á bönkunum. Ég held að íslenskur almenningur með sín vaxtakjör í dag liggur ekki andvaka yfir því hver kjör bankana eru á þessum tíma. Algjörlega. Já, eða neði spurning til ykkar beggja, byrjum á degi. Ertu sammála kónginu Einar Þorsteins að Sjálfstæðisflokkurinn sé óstjórnhæfur? Í borginni? Bara á landsvísu líka. Hann er það í borginni, alveg klárt. Er ekki bara óumdeilt að hann er það í borginni? Jú, og mér finnst, og ég er ekki að segja það í fyrst skipti, mér finnst einhvern veginn að fylgjast með hvernig einstakir þingmenn Sjálfstæðisflokksins hafa gengið fram undanfarin misseri, ekki bara gagnvart
sko samstarfsflokkun sínum í stjórninni heldur í raun gagvart sínum formanni Bjarna einhvern veginn ekki mikið liðselt þarna og auðvitað verðum að sjá hvernig þingflokkurinn verið skipaður eftir þessar kosningar en ég held að flokkurinn þurfi aðeins sko að það nú verið að skjóta í allar áttir aðeins að bara líti í eigin barm og svona soldið tilfinning að vera bara rétt borin til valda og þú þurfur ekki eins og að leggja þig fram að þykjast vera samstiga sem hópur og ég finnst það ekki trúið. Nei, samanlega, Þorbjörg. Sko, ég held að það sé bara illa varðveitt leyndarmál að borgarstjórnarflokkur Sjálfstæðisflokksins óstjórntækur. Mér hefur fundist að vera með fínan oddvita en augljóst mál að hópurinn gengur ekki í takt. Við sáum það í þríklofin í atkvæðagreiðslu samgöngusáttmálan. Þorgerður Katrín fékk þessa spurningu hjá kollega ykkar Byrninga hvort að það ætti líka við landsvísu. Ég skildi nú svar hennar þannig að það væri meira svona bara vangavelta að hvort að svo gæti verið. Og svo finnst mér reyndar einhvern veginn að það kannski ekki að vera okkar að svara þessu. Nei. Það kemur á þeim tímapunkti eftir kosningar að Sjálfstæðisflokkurinn það kannski að skoða það. Getur að verið að einhverja aðstæður að það sé eitthvað í okkar eigin dýnamík sem gerir það verkum að hlutirnir eru að fara eins og þeir fara. Margt gott fólk í Sjálfstæðisflokknum. Klárt. Þessi já eða nei til dags, hvort þetta betri lækningum eða fjármálum, spyr Gísli Þór. Ég hef verið að vinna við fjármál bara alla daga í síðust 20 ár en lækningarnar hafa þurft að bíða. Vel svarað, það var að síðast spurningin fyrir síðast spurninguna sem að maður mætti segja næst síðast spurningin og ég ætla að byrja að spyrja Dag núna sko að því að ég talaði með byrjun þáttar að við tókum Jóngnar og Jóhann Pála á miðvikudaginn sem var geggjaður þáttur, hvernig allir til að taka hann og það var eins og verið frá sama flokki sko þið eru bæða meðlastinn í kringum 20%, hver er munurinn á Samfylkingunni og Viðreisn? Er þetta ekki bara sama atkvæði? Samfylkingin er jafnaðarmannaflokkur þannig að við vísum og sækjum fyrirmyndir mikið til Norðurlandana þannig að mín svona tilfinning er að þeir sem að leggja áherslu á og átta sig á því að samfélög eru sterkari ef að það eru jöfn tækifæri og sem byggja jöfnuði og þannig sín að þeir horfi til okkar. Þetta er þessi glimrandi blanda að leggja áherslu á velferð en líka sterkt atvinnulíf sem uppsprettu verðmætasköpunar sem að er ástæðan fyrir velgengni jafnaðarmannaflokka núna í meir en 100 ár. Þorbjörg, munurinn á ykkur og Samfó? Mér finnst bara einhvern veginn kannski alltaf best að skilgreina þetta bara út frá Er þetta sami flokkurinn? Okkur sjálfum, nei, þetta er augljóslega ekki sami flokkurinn. Við erum frjálslyndur flokkur, við erum alþjóðlega sinnaðar flokkur, við staðsendum okkur á miðjunni, ekki til vinstri. Ég myndi segja að það væri kannski hvað okkur varðar að þá er okkur andum það að tala máli atvinnulífsins líka, ekki síst lítill á meðalstóra fyrirtækja, menn að það er munur hvað varðar skattaáherslur til dæmis. Við svöruðum spurningum ólíkt varðandi megin tilgang skattkerfisins. Fyrir mér er það að afla tekna fyrir þjónustu ríkisins og skatt heimta sé sanngjörn. Mér finnst það ekki endilega vera megin stef skattkerfisins að tryggja það að útkoma allra sé eftir skattin jöfnuður. Jöfn tækifæri hygglust, sterkar grunnstóðir en pláss fyrir fólk til að blómstra á eigin forsendum. Og svo er það auðvitað þessi afstöð okkar til Evrópu. Þar fá að fara fram atkvæðagreiðslu það hvort þjóðin vilja fara í aðildarviðræður. Þannig ég myndi segja að það kannski skilji líka milli síðan bara þessi almennu frelsismál, sterkari frelsistaug. Klárt, hinn flokkur setja það í skúfuna góðu. Leifur, það er bara að koma að loka spurningun. Já, herðu, Dagur, ég byrja á þér og Þorbjörg, þú færð svo eiga loka orðið eftir svo það. Eins og hetjur og takk fyrir frábært kvöld. Já, það var mjög skemmtilegt að vera hérna með ykkur í kvöld. Gaman að tala við ykkur. Takk. Það er náttúrulega mjög skemmt.
skemmtileg. Já, þið eru það. Þið eru það. Þið eru það. Já, getið unnið vel saman. Herðu, Mér finnst í stjórnmálum, hafi ég lært eitthvað 4 árum, maður það bara hendur sér hrós út sjálfur, sko, það kemur ekkert. Nei, klár. Þessi hér bara. Bara flott oppa, Já. flott viðkvæm. Dagur, af hverju á fólk að kjósa Samfylkinguna? Vegna þess að við þurfum breytingar, við þurfum nýja ríkisstjórn sem er samstillt, horfið til framtíðar, leggur áherslu á heilbrigðismál, tryggir fastan heimilislækni en nær leið stjórn á efnahagsmálunum sem er löngu tímabært, þannig að fá lægri vexti og meiri stöðuleika. Vel svarað. Obba, af hverju á fólk að kjósa Viðreisn? Kannski fyrst bara kostningabaráttuna því hún er mjög spennandi, hún er mjög skemmtileg og það er mjög gaman að upplifa þetta ákall eftir það er salur fyrir breytingum. Það held ég hafi í fyrsta lagi að gera með að það er að fara frá völdum óvinsælasta ríkisstjórn Íslandssögunar. Það markar baráttuna alla. En það sem við erum að segja er að þessar kosningar snúist efnahagsmálin og að það verði eitthvað jafnvægi í íslensku samfélagi. Og við treystum okkur til að gera betur í ríkisfjármálunum, til þess að ná niður verðbólgu, til þess að ná niður vaxtastigi. Við erum fyrst og fremst að tala um það núna, skapa betri kjör og meira jafnvægi fyrir fólki í landinu og fyrir fyrirtækin í landinu. Þau bera líka kostnaðan af verðbólgunni og háum vöxtum. Síðan erum við að leggja mjög mikið þunga á geðheilbrigðismálin. Heilbrigðismálin vitaskuld en sérstaklega geðheilbrigðismálin núna með fókus á andlega líðan fólks. Við erum að sjá merkin út allt samfélag. Við erum til dæmis síðan áramót búin að vera að heimsækja grunnskóla og framhaldsskóla hérna á höfuðborgarsvæðinu. Við heyrum hvað kennarar er að segja, við heyrum hvað heilbrigðisstéttirnar er að segja. Ég myndi sem gamall saksóknari að segja, við heyrum líka hvað löggæslan er að segja okkur. Það eru ýmis teikn á lofti og það þarf að taka þennan málaflokk, það þarf að veita honum mun betri eftirtekt en við höfum gert með fókuseraðri aðgerðum og stefnumótun og fjárfestingu. Dagur B. Eggertsson, Þorbjörg Sigríður Guðmundsdóttir, takk fyrir kvöldið og takk fyrir komuna. Takk fyrir okkur og gangi ykkur vel. Takk fyrir.